Komið sæl blessuð, velkomin að Rauða borðinu á þessum síðasta vetrardegi. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á umræðu músík, ekki síst kórastarf ungra iðkenda, ungra Íslendinga, krakka og ungmenna. Þær koma hérna Ásta Magnúsdóttir og Lára Rut Klausen, þær eru kórstjórar báðar og fara yfir mikilvægi þess að við höldum umhverfinu þannig að börnin okkar geti leitað í kórastarf og það mjög stór viðburður framundan upp í Kópavogi miðjan maí þar sem hérna mörg hundruð einstaklingar koma saman á kóramessu mikilli og það verður gaman að heyra hvað þær hafa að segja það. Eitt vantar, það eru peningarnir, dæmur að Norðurlöndin séu að styrkja það sem að Íslendingar styrkja ekki. Þannig að þetta spjall hverfist líka að nokkur leyti menningar fjárframlög, menningar pólitík. Nú Arnar Eggert Thoroddsen og Helga Þórey Jónsdóttir, þau koma og ræða við Maríu Lilju Bieber á Coachella og þannig að það má segja að seinni hluti dagskrárinnar hjá okkur í kvöld hverfist að nokkur leyti listir og þá einkum tónlistina. En þar á undan kemur svo Ásdís Olsen sem hefur nú starfað hjá okkur 2 vikna skeiða svo og tekið alls konar viðtöl. Hún kemur og ræðir við Hrund Gunnsteinsdóttur innsæi og viðtöl Ásdísar hafa vekið athygli sem þeirra hafa leitt til fréttaskrifa. Samanber viðtöl við Völu Höskuldsdóttur hér á dögunum dánaraðstoð og hvernig þeir sem að ættingjar deyjandi mannesku voru allt í einu hnepptir í varðhald. Veit ekki hvort varðhald kemur við sögu í einslagi Ásdísar Olsen í dag innsæi en eflaust von á góðu. En hafi einhvern tímann verið viðsjárverðir tímar síðustu vikur og mánuði þá það í dag. Við höfum heyrt af því að risavaxin flugfélög fella niður tugþúsundir ætlara flugferða út af orkukreppu, hækkun á olíuverði og óvissu tengdri heimshagkerfinu vegna stríðsins í Íran. Og hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri sem hefur nú sannarlega verið okkur betri en enginn hér upp á síðkastið og verið mjög örlátur og gjöfull í því að veita okkur viðtöl og greina stöðina. Hann kemur og ræðir líkur á alvarlegri heimskreppu sem eru miklar. Við erum á barmi hengiflugs, segir hann. Skuldir Bandaríkjanna og fleira í samtali við mig. Og það full ástæða til þess að sperra eyrun þegar Hilmar Þór Hilmarsson talar. Eitt af því sem hann ræðir samanburður stríðsins í Úkraínu við Írans stríðið ásakið og áhrifin af Írans stríðinu gætu orðið 100-föld eða 1000-föld á við það sem hefur átt sér stað í Úkraínu. En sem sagt, lifandi þáttur og fjölbreyttur og vonandi eitthvað fyrir alla hér eftir andartak. Fáum örfáar auglýsingar og svo hefjum við leik á síðasta degi vetrarins. Fyrir mér þá trú að sleppa tökunum og treysta. Og það rosa mikil drifkraftur í trúnni. Ég held að ef maður sér eitthvað verkefni fyrir sér og trúir því líka, að þá það miklu líklegra til að verða að veruleika. Ég heiti Guðni Már Harðarson og ég trúi á minn hátt. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands
Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Já, hann kominn hér á línuna Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Við ætlum að ræða við hann heimsmál næstu mínútur. Hilmar, það svona líklegt að þegar ég ræði við þig þá klukkan 10 að morgni miðvikudags, en þegar þetta sendt út þá komið kvöld. Það má svona gefa sér að það hafi verið tölverð umræði í fréttum í dag um neyðarlán til Úkraínu. Staðan hefur verið svo að Orbán hann stóð gegn því að aðildarríki Evrópusambandsins myndu veita Úkraínu 90 milljarða neyðarlán, en nú Orbán úr sögunni og við vitum ekki hver niðurstaðan hefur orðið. En verður þessi lánveiting, ef hún gengur upp, markar hún einhver svona kaflaskil í þessu öllu? Nei, ég held að þetta mun bara því að það að Úkraína fær einhverja peninga til þess að halda sínir grunnstarfsemi ríkisins gangandi og eflaust ekki hvort þeir nota eitthvað af þessu í vopnakaup sem reyndar orðið erfitt að fá vegna þess að þau eru bara skortum skammti. En eins og segir, Orbán hann var á móti þessu, nú hann farin frá sem forsætisráðherra Ungverjalands. Ég held að til dæmis lönd eins og Slóvakía hafi ekkert verið hrifin af þessu. Nú var líka verið að kjósa í Búlgaríu og þannig að það sem vekur athygli þetta að Evrópusambandið að lána Úkraínu þessa peninga og þeir treystu sér ekki til að taka gjaldeyrisvarasjóð Rússlands, treystu sér ekki til þess að taka hann, ætluðu að gera það fyrst, það var eitthvað 300 milljarðar dollara sem að mestu leyti er í Belgíu og forsætisráðherra Belgíu var algjörlega á móti þessu og þetta 300 milljarðar dollara evra mjög stór upphæð fyrir Belgíu og þetta belgísk stofnun Euroclear sem mest af þessum peningum og það getur Belgía verið í ábyrgð. Þetta getur verið mjög þungt högg fyrir Belgíu. Þannig að forsætisráðherra Belgíu, hann var á móti þessu en þetta lán og tekur þetta því að Evrópusambandið að taka þetta á láni. Það ekki eins og að Evrópusambandið eigi einhverja peninga til að láta Úkraínu hafa, heldur eru þeir sjálfur að taka þetta á láni. Þetta kallar joint debt issuance, þess að þeir taka þetta láni á alþjóðlegum mörkum. Þannig að það vekur athygli, nú eru mörg lönd Evrópusambandsins orðin mjög skuldug, eins og Frakkland og Ítalía og Belgía reyndar líka og Grikkland og Portúgal og Spánn gaf í skuld allt saman og þá farið í það að taka lán fyrir þessu með veði í því fjármagni sem Evrópusambandið að fá frá aðildarríkjum. Þannig að sýnir bara hvað sambandið illa statt að eiga ekki þessa peninga til einhverjum sjóðum til að láta Úkraínu hafa. Síðan verður Úkraína án að borga þetta en það mjög erfitt að sjá hvernig hún mun gera það og þá líka verið í að því að Rússar muni greiða Úkraínu skaðabætur og þá verður jafnvel þessi peningar notaðir sem að þaðan komur að skaðabætur Rússlandi til að borga þetta lán. Líkurnar á því að Rússland fara að greiða skaðabætur að stríði loknu, ég held að séu mjög lágar. Lagalega spurninga var að taka sem lengi búið að vera að tala um þess að 300 milljarða dollara eða hvað þetta var sem að Rússar eigi varasjóð sem búið að frysta. Menn hafa ekki treyst sér til þess að taka það engin samstæða það, aðalega forsætisráðherra Belgíu hefur á móti því og svo eru mörg önnur lönd held ég frekar skeptísk á þetta en þetta mun ekki skipta sköpum öðru leyti en því að Úkraína hefur einhverja mánuði viðbót til þess að halda sínum ríkisrekstri gangandi. 90 milljarðar evra ekkert ofsalega stór upphæð fyrir land eins og Úkraínu, þetta stórt land og það svo margt sem hefur farið úr skeiðsar en ég held að það sé nauðsynlegt fyrir þá til að geta haldið áfram að veita grunnþjónustu næstu mánuði. Þetta dugar fyrir því næstu kannski mestanlega hálft ár, eitthvað svoleiðis. En það ekkert meir, þetta skiptir engum sköpum. Það versta í þessu öllu það að því núna erum við komið með Íransstríð í gang
sem miklu alvarlegra stríð heldur en Úkraínustríð, miklu alvarlegra og athygli allra eiginlega á því stríði, hvernig á að vinna úr því, þannig að Úkraína svolítið þannig að maður sér ekki að það séu neinar raunverulega viðræður í gangi út af Úkraínu, það var Bandaríkin sem leiddu þetta því að Evrópusambandið og Evrópa hefur lengst að vera með skoðun að það eigi ekkert að semja neitt, það eigi að sigra á vígvöldunum, en það engar þreifingar í gangi til þess að semja stríðslok þó að Zelenskí tali það, en þarna verið að kaupa tíma fyrir Úkraínu að bara geta haldið ákveðinu grunnstarfsemi gangandi og það getur vel verið þetta að fara í gegn. Ég býst við því að það séu fleiri lönd skeptísk á þetta. En náttúrulega sem vekur athygli í þessu máli það að það nánast öruggt að þessi upphæð 90 milljarðar evra mun falla á skattgreiðendur Evrópusambandsins á endanum. Það líkurnar að því að Úkraína geti greitt þetta á næstu árum alveg hverfandi. Úkraína getur ekki borgað neinum lánum. Það á ekki að láta Úkraína hafa lán. Ef það verður að láta Úkraína hafa peninga í dag, þá þarf það að vera styrkir. Það alveg augljóst. Og líkurnar að því að Rússar borgi skaðabætur, þær eru eiginlega engar. Það líka út af því að verði tekið, að gjaldeyrisvarasala Rússlands verði tekin, þær eru eiginlega engar ef það nást fyrir það samkomulag. Þannig eins og segja, þetta bara Evrópusambandið að taka lán og kallar þetta lán til Úkraínu. Raunverulega þetta styrkur sem síðan skattgreiðendur ESB-ríkjanna mun greiða held ég allavega. Já, við skulum vinda okkur frá Úkraínu yfir í Íransstríðið. Hilmar, eins og þú segir réttilega þá það stærri viðburður sem stendur og áhrifin getur orðið gríðarleg. Það svona ákveðið limbo í gangi finnst manni í Hvíta húsinu og jafnvel ekki samansammerkja milli það sem Vance og Trump segja. Sérðu fram á líklega lausn í þessu stríði innan skamms? Ég sé það ekki fyrir mér ef þú bara skoðar 15 punkta planið sem Bandaríkin eru með, sem má kannski segja hafi verið búið til að miklu til Tel Aviv sem gerir ítrustu kröfur til Írana, til dæmis að þeir megi ekki auka úran og gerir mjög mikla kröfur til þeirra, við ekki framleiða eldflaugar, langdrægra, jafnvel ekki skammdrægar eldflaugar, það er verið raunverulega að tala um að afvopna Íran alveg þegar jafnvel einhvern tíma voru þeir að tala um stjórnarskipti sem ég hættir að tala um því að það tekið ný kynslóðið sem meira harlínu kynslóð heldur þess að fyrir var. Svo eru Íranir með kröfum það að herstöðvar Bandaríkjanna verið fjarlægðar, 13 í Persaflóa verið fjarlægðar, fari í burtu. Það er verið að tala um að stríðskaðabætur til Íran, það er verið að tala um að Íran geti tekið gjöld af skipum sem fara ekki til Persaflóan og svo framvegis. En það ber alveg óbáslega mikið á milli og að því leytir þetta svipað og Úkraínustríð, það ber svo mikið á milli aðila að líkurnar á samningum ekki miklar. Hins vegar það sem að vekur athygli hins vegar það að Íransstríð þannig að Úkraínustríð getur mallað í 1, 2, 3 ár ennþá að það myndi hafa neitt afgerandi áhrif á heiminn í sjálfu sér. En hins vegar ef að Persaflóan verður lokaður einhver langan tíma árið eða meira, þá er það mjög alvarlegt fyrir heimsækkerfið. Það sem ég núna í Austur-Asíu, ég meina í löndin svo í Suður-Kórea og Japan og Kína að fá mest af sínu 80% olíu sem kemur úr Persaflóanum til Austur-Asíu. Má ég skjóta inn í, þú ert í Tælandi núna, hefur orðið hækkun og olíuverðið þar, veistu það, bara sem að taki sérstaklega þannig heimsluti? Þeir eru í vandræðum, ég hef ekki heyrt að það er eitthvað skömmtun í gangi og það er eitthvað slíkt í gangi, en það er ennþá verið að fljúga, en þetta má ekki taka mikið lengri tíma. Og ég reyndir að fara að fundi á sendiráði Pakistan á morgun, ég var í rannsóknarleyfi á síðasta ári og var í ágæti sambandi við Pakistanina sem þeir höfðu miklar áhyggjur af þessu, enda eru þeir með landamæri við Íran og ég heyri eitthvað í þeim á morgun hvað þeir eru að hugsa. Og hvers konar fundur er það? Ertu þar einhverju diplomatísku sambandi fyrir hönd Íslands? Nei, ég er fræðimaður en ég hitti fulltrúa Pakistan á móttökum, til dæmis á móttökum sem Katar sem gasríki í Persaflóanum og síðan Laos og síðan buður mér í kvöld að funda á morgun. Ég er bara að vinna í rannsóknum og eflaust margt sem hafa verið sagt á svona fundum ekki eitthvað sem að menn vilja láta hafa eftir sér, en auðvitað ég forvitin að ég er að reyna að skrifa alþjóðamál og þú getur ekki fjallað alþjóðamál ef þú sleppir Íran. Það er bara, og það sem er að gerast í Íran, það sem að hagkerfið
heimsagkerfið að koma að hengi flugi. Já. Og ég meina það mjög alvarlegt og í Austur-Asíu þá, ég meina það kannski ekki alveg að gerast á morgun en ef við erum að tala marga mánuði eða jafnvel ár eða einhver ár að það verði kom ekki olía úr Persaflóum og kom ekki gas úr Persaflóum, þá það mjög alvarlegt mál, það miklu alvarlegt nokkuð getur gerst í Úkraínu og ég veit bara því að landið sem Pakistan á kafi í þessu og það kom fram að forsætisráðherra Pakistan bað Donald Trump að framlengja vopnalið sem Donald Trump hefur ákveðið að gera. Og ég held að sé jákvætt að þeir séu í þessu máli því þeir eru nágrannar Íran og hafa mikla hagsmuni af því að það verði ekki fólksflótti frá Íran 90 milljónir manna inn í Pakistan. Ég veit að þeir höfðu ágjörð því líka í sumar þegar var 12 daga stríð við 12 daga stríð við Íran. Bandaríkin tóku þátt í því 1 dag til þess að eyðileggja kjarnorkuvopna það sem talið að Íran hafi verið að gera tilraun bæði auðga úran og jafnvel að þróa kjarnorkuvopn. Donald Trump sagðist að hafa eyðilegt allt saman en svo virðist ekki hafa verið meiri eyðilegging en svo að það var að halda þessu áfram. En ég hef ef þú ert að tala einhverja aðila sem getur komið að því að reyna að semja þetta mál þá miklu líklegra að Pakistan geti gert það heldur en þeir sem í Washington eins og staðan í dag. Ég meina Donald Trump talar 1 dag það að hann fallist á 10 punkta plan Íran sem samningsgrundvöll sem hann verið þá að gefa mjög mikið eftir ef hann myndi fattast á það og svo kvöldið sama daginn talar hann að eyða Íran með kjarnorkusprengjum eða bara allavega að eyða þessari destroy civilization, eyðileggja Íran og hann myndi gera hann með kjarnorkuvopnum. Þannig að sveiflurnar eru svo miklar, hvernig átt að semja, þú veist ekki hvað hlutirnir eru og svo bara hafa Íran svo sterka stöðu að geta lokað Persaflóunum og geta líka jafnvel lokað Rauðahafinu þegar verið að hóta þeir sem fleiri spil á hendi og svo valdi miklu tjóni og orku innviðum í golfríkjunum, svo Gulf States sem eru Kúveit, Íran, Írak, Sádi-Arabía og slík lönd, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin valdi mikill eyðileggingu þar þannig að þetta tók svolítið á hjá minni annars vegar það ber svo mikið á milli að maður sér ekki að samningar séu í sjónmáli. En á hina hliðina að þá sér maður að hagsmunirnir eru svo miklir að það getur komið að því að Donald Trump og hans menn J.D. Vance varaforseti og þeir sjáu það að þeir verði að semja og gera þá tilslakanir þess að hægt að semja. En við vitum þá leið að þá mun Tel Aviv og þá mun Ísrael standa gegn því. Ísrael vill ekkert semja á neinum nótum sem eru neitt í líkingu við það sem Íranir vilja semja um. Og Donald Trump hefur talað að hann geti fallist á það sem grunn. En síðan hefur hann tekið það tilbaka. Þegar J.D. Vance fór til Pakistan nýlega þá var hann með harðlínustefnu. Hann var bara með 15 punkta plan Bandaríkjanna og var á allt annarri blaðsíðu. Það sem kemur mér mest á óvart að Pakistan, að Íran skyldi fara til Islamabad, til Pakistan, að skyldi fara þangað á meðan að þeir vera að fara þarna nema það sem liggi fyrir allavega að það séu einhver atriði sem að Bandaríkjamenn geta fallist á. Og þess vegna við komum svo óvart að Íran skyldi ekki bara segja við förum á fund í Pakistan, Islamabad að því gefnu að þessi atriði og þá eru þau talin upp þau séu tekið tillit til þeirra. Það virðist ekki hafa verið og ég býst við að Íranir vilji sýna heiminum að þeir hafi eitthvað samningsvilja en það ber alveg opaslega mikið á milli. Ég held að eina leiðin sé til að bjarga þessu sé að Bandaríkin slá eitthvað af sínum kröfum. Hvort þeir gera það núna eða hvenær, ég get ekki svarað þú veist hvernig Donald Trump hann skiptir jafnvel skoðun á klukkutíma fresti. Já, og úreldir eini yfirlýsingar oft á dag fyrri. En ég held þú hafir orðað þannig á þann að heimshagkerfið gæti verið að ramba á barmi hengiflugs og þetta eru auðvitað stór orð og maður veltir í fyrir sér, olían ennþá svona alfa og omega okkar heimshagkerfis eða hvað getur rökstutt aðeins betur hvað þú átt við en þú hefur þegar gert? Flugsamgöngur, þær stöðvast
getur þurft að draga mjög mikið úr flugsamgöngum, skipaferðir, þetta gengur allt fyrir olíu. Landbúnaður sem vélvæddur, hann gengur fyrir olíu. Matvælaframleiðsla í heiminum. Þannig að sko, og olía er notað sem aðföng í mjög margar framleiðsluvörur í heiminum. Þannig að sko flutningar myndu smátt og smátt draga úr þeim eða þeir leggjast niður og og landbúnaður mun stórdraga úr matvælaframleiðslu og verksmiðjur sem bara í öllum iðngreinum nota olíu, þannig að þá iðnaður. Þannig að, og svo líka annað, að Portugalsflóðunum kemur mest, eitthvað 30% held ég að öllum áburði í heiminum, þegar miklu leyti til Afríku, miklu leyti þangað. Ef að áburður hættir og það er verið að, ef það er svona planting season, ef áburður kemur ekki, þá þýðir það dregur úr matvælaframleiðslu í heiminum, þá fyrir matvælaverð upp í skýin og það er ekki bara olíuverðið og þannig að það verður mikil verðbólga. Og þetta á framboðsli, þannig að þá þýðir það að stjórnvöld alltaf örva hagkerfi, þú veist að ef það verður segjum að sé samdráttur og atvinnuleysi, þá getur örva hagkerfi með því að enga auka eftirspurn í hagkerfinu, auka ríkisútgjöld eða eitthvað slíkt þess að örva hagkerfi. En þú getur ekki gert það þarna því þetta frá framboðsli, þess að vantar aðföng. Og þá eins og 73 og 79 þegar við olíukreppa, að þá dregur úr þá dregur úr framboði og þá geta verið atvinnuleysi og verðbólga að hækka á sama tíma, þannig að þetta hefur áhrif á hagstjórn, svo líka hefur þetta áhrif á fjármálamarkaðinn. Ef vextir að hækka mjög mikið, þá hefur það bara áhrif á fyrirtæki sem þurfa að standa skil á sínum afborganir og borga vexti og svo heimili líka. Ef þetta stendur lengi, þá getur þetta valdið fjármálakreppu. Ef vextir fara upp úr öllu valdi því að seðlabankar að reyna að hafa einhvern heimil á verðbólgunum með því að hækka vexti. Þannig að þetta getur haft mjög víðtæk áhrif. Þess vegna hefði ég haldið að Bandaríkin, eins og land eins og Bandaríkin, sem er ríkt land og hefur mikið að hæfu fólki, þó að það virðist ekki vera margir í kringum núverandi ríkisstjórn, að þeir muni sjá það að það er ekkert hægt að hafa þetta í gangi mjög lengi og þeir muni grípa til aðgerða, en það þýðir eftirgjöf í Íran. Ég held eiginlega sé allir sammála það að Íran sé í sterkri stöðu. Auðvitað getur þau sprengt Íran, getur gett loftárásir á Íran. Það er ekkert að beita sjóher, vegna þú gefur ekki skipum inn í Persaflóann ef þú vilt ekki lenda á hafsbotni og þú getur ekki, það er engin land til þarna ráði við Persaflóann sem Bandaríkin með. Þeir eru með flugher og þeir geta skotið eldflugum á Íran, en líkurnar af því að Íran, þeir sem ég er að tala við, sérfræðingar sem þekkja þennan heimsluta mjög vel, að líkurnar af því að Íran muni gefast upp vegna loftárása séu mjög litlar. Þetta er mjög öflugt, þetta er gamalt rótgróið menningarríki, þeir eru búin að búa við miklar viðskiptaþvinganir í hér hálfa öld, síðan að Klerksdóttir steypti keisaranum af, eða Klerksdóttir tóku við að keisaranum 79, og það eru mjög litlar líkur á því að það verði einhverja breytingar, en það hefur ekki tekist að knýja fram neinn stjórnarskipti eða slíkt. Þannig að mér finnst Bandaríkin ekki vera hafa mjög sterka stöðu til þess að knýja neitt fram og það sem var líka óttast ef Donald Trump vill gera tilsakanir, hvernig mun hún ganga það þegar hann er með Netanyahu í Ísrael. Ég held að Ísraelar þeir vilja veikja Pakistan mjög mikið og þeir vilja veikja Íran mjög mikið. Þeir líta á Íran sem tilvista ógn fyrir sig, vilja veikja það mjög mikið, en maður sér ekki hvernig það á að gera það. Og svo getur líka, eins og við talaðum áður, að Íran getur lokað Rauðahafinu líka, og þá lokast Súezskurðurinn. Þú getur ímyndað hvernig þá lokast flutningaleiðir líka, þá getur þetta flytja inn á Súezskurðurinn heldur. Og það er það sem að Íranar eru að gefa í skyn þegar þeir eru að segja að þeir séu með fleiri spil á hendi, að þeir eru að hóta að loka Súezskurðurinn. Og við Íslendingar sem flytjum inn flesta hluti, náttúrulega mjög næmir fyrir þessum sveiflum. Og mér heyrist þú vera að segja að Bandaríkjamanna gæti beðið það hlutskipti að þeir verði að styggja Ísraela í sínum viðbröðum og þú hefur áður rætt það að Ísraelar hafa svolítið att Trump út í þetta stríð. En þegar þú nefnir styrk Bandaríkjanna, þá vakti líka athygli mína
Ég rak augun í það á þinni Facebook síðu fyrir nokkrum dögum að þú varst að lýsa því að það hefði ekki verið ágangur á fjárlögum Bandaríkjanna á þessari öld og af hve miklu leyti eru skuldir Bandaríkjanna svona farnar að grafa undan þeim sjálfum og heimshagkerfinu. Eru skuldirnar önnur alvarleg ógn? Já, sko, skuldir Bandaríkjanna eru komin í eitthvað 125% af verkri landsframleiðslu. 125% af verkri landsframleiðslu. Og það halli á síðasta ári var eitthvað milli 6 og 7%. Þetta við vitum að Evrópusambandið gerir ráð fyrir því að hámark skuldir megi ekki vera nema 60% af verkri landsframleiðslu. Þetta helmingi meira. Það eru sumi Evrópusambandsríki sem ekkert betur sett en þetta. En þetta orðið mjög miklar skuldir, skuldabyrðin þessu orðið mjög þung og það endalaus halli á fjárlögum. Það hefur ekki verið afgangur, sko. Ég fór í gagnagrunninn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ég meina Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að mínum dómi besta stofnunin upp á það að finna varðandi þjóðhagsreikninga. Og þá sá ég þessar tölur að það hafi ekki verið afgangur. Svo fór ég að skoða lengra aftur í tímina aðrar skýrslur og síðan að Sovétríkin féllu 91 þá hefur ekki verið, það var eina skipti sem var afgangur sem ég veit á fjármálum í Bandaríkjunum var seinna kjörtímabil Bill Clinton frá 1998 til 2001. Jaha. Og þetta það fallið Sovétríkin, öll önnur ár hefur verið halli á hér Bandaríkjunum. Og þetta að miklu leyti vegna endalausra stríðsátaka. Sem líka því að það verður ekki fjárfest í innviðum og frá sjónum til stórveldasamkeppni þá þetta mjög óheppilegt fyrir Bandaríkin. Þetta frábært fyrir Kína. Kínverjar hafi ekki verið í stríði síðan 1979. Voru í stríði við Víetnam, það að verða hálf öld og að byggja upp sitt hagkerfi og árið 2016 gerðist það að Kína var jafnstórt bandaríska hagkerfinu 2016 og svo að jafnvægisgengi og síðan það 2017 komið yfir og Kína er mun stærra á jafnvægisgengi heldur en bandaríska hagkerfi. Þannig að þessi stríð sem Bandaríkin eru búin að há það er ekki bara það að þetta því að skuldabyrðin verður há og vaxtabyrðin verður hærri. Það verður erfiðara fyrir Bandaríkin að fá lán á góðum kjörum og vaxtabyrðin hækkar og hækkar hjá þeim og skuldabyrðin heldur það að stórveldi sem þeir eru að keppa við og vilja að reyna að halda valdajafnvægi þar á meðal í Austur-Asíu alltaf að styrkjast. Og í hver áratugur sem þannig að Bandaríkin í stríði á meðan Kína getur bara verið að einbeita sér uppbyggingu innanlands þá veikjast Bandaríkin meira og meira. Þannig að maður skilur ekki alveg hvað eru Bandaríkin eiginlega að fara að vera í stríði, veikja sjálfan sig hvort öðru landi, vera að koma að bólakaf í skuld og þetta líka eina ástæða fyrir því að þessari hörku gagnvart NATO. Að biðja lönd sem hafi ekki efni á neinu raunverulega eins og Evrópusambandslöndin sem eru orðin allt of skuldug og eru líka í vandræðum varðandi bara hvernig vextir munu þróast hjá þeim og lánstraust að þau eiga að fara í 5% verkefni sem flestir hafa ráða ekkert við. Það stafar meðal annars því að Bandaríkin verða að ýta byrðinni yfir á þessu lönd því þeir hljóta að sjá það margir og Seðlabankinn í Bandaríkin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur ekki út viðvaranir þetta sé orðið beinlínis hættulegt hvernig þróunin orðin varðandi skuldasöfnun. Og þannig að þetta veikir Bandaríkin mjög mikið og þetta alveg óskaplega dýr stríð og ég hélt að Donald Trump þegar hann byrjaði sem forseti þá var hann að fara í hann var með árásir í gangi eins og einn dag í Íran það var 12. stríð í júní í fyrra og Íran var 12 dagar og það var bara stuttstríð, bara loftárás. Síðan var árás á Nígeríu og síðan var árás á Venesúela alltaf stuttar árásir. Og Donald Trump hefur verið með ég skil hann vilji forðast landherna og löng stríð eða forever wars en núna hann komin í stríð þar sem að einmitt fer að bera keim af því að vera stríð sem ekki hægt að binda endi á og það það sem hefur farið með Bandaríkin við skoða bara söguna Bandaríkin í stríði í Víetnam á sinni tíma í 20 ára stríði Afganistan eitthvað 8 ára stríði í Írak og núna stríði í Íran. Þetta náttúrulega búið að vera ofboðslega þungt fyrir Bandaríkin og það eins og ég segi þá maður hélt að Sovétríkin féllu
að þá var bara eitt stórveldi til í heiminum, eitt stórveldi frá svona 1991 til svona 2017, 16-17, þá var bara eitt stórveldi, að þá getur Bandaríkin farið að sjá afgang af fjárlögum því þá verður þeir ekki lengur í þessari hörðu samkeppni við annað stórveldi. En það gerðist ekki. Það sem gerist það að það halli eiginlega öll árin og skuldasöfnin eiginlega öll árin. Já. Og styrjaldir á öðrum stöðum sem eru mjög dýrar og svo bara þú ferð til Bandaríkjanna þá tekur eftir því að víða í Bandaríkjunum með hvað þetta er ríkt land eru innviðir í verulega slæmi ástand, mikil innviða skuld víða í Bandaríkjunum. Já, eitt stórveldi á þessu tíma sem þú nefndir, nú metur það þannig að stórveldin séu 3, auk Bandaríkjanna, Kína og þú telur Rússa einnig vera stórveldi í dag, ekki satt? Rússland er miklu veikara stórveldi, ég meina það er Bandaríkin náttúrulega ríkasta stórveldið og öflugast og verður það í fyrirsjáanlegri framtíð. Ég meina ég held að það sé ekki að breytast Bandaríkin verða áfram í öflugt land og Kína númer 2 sem er að verða sterkara og svo Rússland er mun veikara, það er miklu veikara en hinn, þeir samt með ef þú skoðar auðlindir þeir eru auðlindaríkasta stórveldi, þeir eru ráð við stærsta landflæminu, en þeirra veikleiki liggur í fólksfjöldanum, það er ekki 145 milljónir og hættun af því að það verði veruleg fólksfækkun í Rússlandi, það er þeirra veikleiki, þannig að Rússland er ekki stórveldi sem er í sama kaliber eða nálægt Kína og Bandaríkjunum. Ég met þau 3 og í svona stöðu þá náttúrulega er eðlilegt að Bandaríkin fara að reyna að ná betri samskipti við Rússland sem er nákvæmlega sem Trump er að gera. Hann vill ná betri samskipti við Rússland af því hann sér hvernig stórveldasamskiptin er að þróast, hann sér að Rússar og Kína er farið að vinna saman víða heim, þar á meðal á norðurslóðum og þess vegna reynir hann að bæta og þess vegna er Úkraína orðið algjört aukapeð í hans huga, skiptir litlu máli, hann vill bara ljúka stríðinu einhvern veginn. En Íransstríðið er eitthvað sem ég held að þarna hafi menn misreiknað sig mjög alvarlega og og þá er bara spurningin sko, hvað eru menn tilbúin að gera þegar þeir sjá að heimsækjaði er að verða fyrir bara heimskreppa framundan sem að gæti bara orðið eftir ekki svo langan tíma og meira segja jafnvel þó að verið samið á morgun þá eru truflunin sem er búin að eiga sér stað í Persaflóanum, hún er mjög mikil og tekur langan tíma að vinna þetta upp og svo bara allt tjónið sem er búið að verða á olíuinnviðum og gasinnviðum í Persaflóanum, í löndunum í Persaflóan er mjög mikið og Íran gæti gert þetta ennþá verra, þeir eru með eldflaugar sem draga 2000 kilometra og þeir eru bara rétt að byrja, þeir getur gengið miklu lengra í að eyðileggja alla orku og innviði í þessum löndum og þeir getur með því að eyðileggja svo kallar desalination, það eru verksmiðjur sem að hreinsa vatn, þeir getur eyðilagt þær í þessum löndum sem þeir þurfa vatn, bæði í olíuvinnsluna bara til að geta sér að búa í þessum löndum, það er þetta að eyðileggja þær og þá náttúrulega verður ólíft í þessum löndum við þessa Persaflóan. Þannig að sko, mér finnst eins og að það hafi, þessu skrítið sko, að skildi ekki að hafa verið hugsað til lengri tíma hvernig væri hægt að ljúka þessu máli við að byrja með þetta stríð við Íran, hvernig væri þetta að ljúka því, það er eins og hafi ekki verið nein hugsun eins og haldi þá og það er eins og, maður hefur þá tilfinningunum eins og það er eins og hafi Ísraelar einhverja tali Trump trúum það að það þyrfti bara loftar á sér skamman tíma og þá yrði bylting og svo bara stjórnarskipti, bara kemur eiginlega mjög fljótlega, en það var Trump alltaf að segja við í sjónvarpinu, að segja sínum ávarpum hvetja írensku þjóðina bara takið því bara málin í ykkar hendur. Það náttúrulega var gallinn sá að það er ekkert augljóst hver það myndi verða, það getur verið ringulreið og landi brotnaðu og það er kannski eitthvað sem að Ísraelar myndi telja að vera allt í lagi og myndi telja það ásættanlega raust, en þá eru þau óstöðuleiki og allavega alls konar vandamál. En það er eins og verið að haldi það að það veri bara nóg að ýta aðeins við, taka trúarleiðtogann af lífi og þá myndi bara verða stjórnarskipti og allt í einu bara verða eitthvað svona amerískt lýðræði eitthvað sem kemur þarna í staðinn. Við vitum náttúrulega alveg reynslunni, við sjáum höfum séð þetta í Líbíu, við séð þetta í Írak, við séð þetta í Afganistan, í Sýrlandi að venjulega þegar svona miklu loftarásir eru og svona erfiðleikar að þetta endar í algjörðu kaos, þetta endar ekki í neinu skipulögðu stjórnarskiptum sem að taka við einhver stjórnvöld sem eru vinsamleg Vesturlöndum. En það getur ímyndaði hvort að
eða verið að sprengja allt í loft upp bæði andstæðinga og samherja Kleppjárnsstjórnarinnar, drepa fólk, eyðileggja menningarverðmæti lands sem á sér mörg þúsund ára menningarsögu. Það mun vekja einhverja jákvæðar tilfinningar í garð Vesturlanda, ég þessi bara fjarstæða. Já. Sko það er sumardagurinn fyrsti á morgun, Hilmar Þór, og hérna svona þegar ég hlusta á því þá finnst mér langsótt að við sem að fá, við sem að horfa fram á í hagrænu tilliti einhverja gjafir koma utanfrá, maður líkurnar á vaxtalækkunum og að okkur takist að vinna gegn verðbólgunni, þær eru ekkert frábærar, heyri ég af því sem þú segir, en svona rétt í lokin, þú varst að tala um Pakistan áðan og fundi sem þú átt með þeim og er svo ekki rétt hjá mér að þú veist að fara að tala við Ástrali? Ég var að tala við Ástrali, ég sendir Ástrali í gær. Já, í gær, já. Þeir þekkja mjög vel þennan heimsleik. Ég er búin að vera í sambandi við öll sendiráðin hérna og það er þannig í Bangkok að norrænu sendiráðin, Danmörk, Svíþjóð og Noregur, þau eru öll þannig að þau eru með aðra sendiráð sitt hér og svo þjóna þau sendiráð Myanmar, Laos og Kambódíu og svo framvegis. Og Bandaríkin er með fjölmennasta sendiráð sitt í Asíu hérna í Bangkok. Þannig að það eru og þeir bentu mér á það að til að skilja Austur-Asíu að tala við Ástralíu og Ástralíu náttúrulega er vestrænt ríki sem á í vök að verjast og hafa mjög miklar áhyggjur af vexti Kína og ástandinu á Suður-Kínahafi og svo er Indónesía 300 milljóna land sem er bara rétt við Ástralíu og ef Indónesía verður ríkt land þá getur Indónesía farið að þjarma að Ástralíu en það aðalágirna núna snúast Suður-Kínahafið og svo líka samskiptið við Kína og Ástralía er eitt af þessum löndum sem hefur valið það að vera í formlegu bandalagi við Bandaríkin. Þess að hann segði mér þeir eru með varnarsamning við Bandaríkin frá 51, sama árið og við getum varnarsamning við Bandaríkin. Og svo eru löndin svo Suður-Kórea og Japan og Filippseyjar sem eru í formlegu bandalagi við Bandaríkin og Ástralía hefur verið í einn vandi Ástralíu sem er algengur vandi fyrir lönd sem hér eru það. Kína er langstærsti viðskiptaaðilinn þeirra. Viðskiptin utanríkisviðskiptin fara fram við Kína langmest. Á móti kemur að þau eru líka háð Bandaríkjunum í öryggismálum og þá skapast ákveðin togstreita. Já, spenna. En svo eru mörg önnur lönd eins og Thailand og Vietnam, Indonesia, Malaysia. Slík lönd sem eru allt stór lönd, eru allt fjölmenn lönd sem taka þá afstöðu að vera hlutlaus. Þau vilja ekki vera í bandalagi með neinum. Það er það ólíkt með Evrópu. En ég skili vel Ástralina, þeir eru í AUKUS, svo kallar það er bandalag við Bandaríkin, Bretland og Ástralíu og þeir fá kjarnorkuknúðunarkafbáta út á það. En ég held að staða Ástralíu sé bara, hún sé ekki sérstaklega góð, og það er líka bara spurningi, hvað eru aðilar, og þeir kannski vil ekki segja mikið, en hvað eru aðilar að hugsa þegar að sjá Bandaríkin í Úkraínu, sjá Bandaríkin í Íran? Hvernig er að vinna með Bandaríkin? Er þetta að treysta því að séu teknar skynsamlegar ákvarðanir? Og er þetta að treysta því að Bandaríkin verði hérna ef á þarf að halda? Það var talað um það að Bandaríkin myndu færa sig frá Evrópu og Miðausturlöndum meira til Asíu vegna Kína, ekki til að hafa í stríð við Kína, heldur til þess að bara halda einhverju jafnvægi. Og flest lönd hérna vilja hafa Bandaríkin í það, flest einhverju leyti. Þau vilja hafa yfirvöru Bandaríkina til að halda einhverju valdajafnvægi. En í staðinn fyrir að gera það, að þá eru Bandaríkin voruð í stríði, og svona proxy voruð að staðgengla stríði við átökum vegna Úkraínu, að senda vopn til Úkraínu og reynda studdu Úkraínu og reyndilega voru Bandaríkin drifkrafturinn þegar að byrja að tala um að Úkraína færi inn í NATO og svo þegar Bandaríkin er að dragast út í því og Trump er að reyna að skapa vináttusamband við Putin sem er alveg greinilegt, ég meina Witkoff sendir maður hans alltaf í Moskvu og hann er búin að afnema allar viðskiptaþvinganir á rússana í olíu og loksins þegar hann er að draga sig þarna tilbaka og hann er farin að reyna að ná einhverjum svona sæmilegum samskiptum með Rússland að þá lendir hann í þessu í Miðausturlöndum sem því það að það er miklu erfiðara fyrir Bandaríkin að koma hingað og auðvitað hljóta lönd hérna sem að treysta Bandaríkin að hafa áhyggjur af því að Bandaríkin séu
upptekin og líka að Íransstríðið vekur spurningar ákvarðanatöku í Washington. Hvað eru menn eiginlega að hugsa? Og hvernig verða Bandaríkin ef það verða átök í Austur-Asíu? Ef það verða átök í Austur-Asíu, þá verða þau sennilega miklu stærri heldur en til dæmis það sem við höfum séð í Úkraínu eða Miðausturlöndum. Það verða miklu meiri og stærri átök. En vonandi verður það ekki. Svo líka annað varðandi þessi tökur ASEAN, sko. Það ASEAN samtökin sem eru því við erum alltaf að vera að tala Ísland og Evrópusamband og allt þetta, að samband þessara landa, það ekki bara að mörgum ASEAN-löndin séu hlutlaus og vinni við reyna að halda góð samskipti við öll stórveldin, þá er ég að tala Víetnam, Tæland, Malasíu og Indónesíu, heldur það að þau eru með ASEAN, þau eru með samstarf sem kannski hugsa þessu Evrópusambandið, en gengur bara miklu skemur og þau eru miklu sáttari við það að hvert land hafi sína reglur og sína siði en sé að hittast og hafi samráðsfundi, en ekki þessi mikla áhersla á að steypa alla í sama forminu, eins og Evrópusambandið með það hugmynd að það allir að vera í sama forminu og Evrópusambandið að ná meiri og meiri völdum yfir þjóðum og taka fleiri og fleiri ákvarðanir sameiginlega og líka að fara í það átt að stærstu löndin fá að ráða meiru heldur en minni löndin. Hérna er þetta meira talað unity with diversity, það að segja meiri, og það er munurinn á Asíu. En ég meina, ég held að ég held að sé alveg öruggt Japan, Suður-Kórea, Ástralía og Filippseyjar hafa áhyggjur af stöðinu og þau horfa á Íransstríðið þannig að velta fyrir sér hverjum getum við treyst, og þetta er ekkert góð stað, og eins og líka sem ég var að segja við þig að hver áratugur sem að Bandaríkin í stríði eitthvað stórt í heimi og Kína hefur gefið í stríði hefur 50 ár, er gjöf fyrir Kína. Kína er alltaf að styrkjast og Bandaríkin að veikjast, og svo erum við að heyra meira og meira í sögur að Bandaríkin séu að ganga mjög mikið á sínar vopnabirgðir með þessu Íransstríði og var nú að þegar að ganga verulega á þær í Úkraínu. Þannig að maður velti fyrir sig hvað að gerast. Það er óstöðuleiki, það er engin spurning. Og hver dagur sem líður, þar sem við sitjum upp með Trump sem forseta, er dagur óvissu. Ég þakka þér kærlega, Hilmar Þór, fyrir þetta spjall og ég þakka þér líka bara fyrir hönd okkar á samstöðinni, alveg kærlega fyrir öll samtölin sem við höfum átt við þig í vetur og af því það er nú þessi tímamót að sumardagurinn fyrst á morgun og ég vona að við höfum áfram aðgengi að þér á sumri komanda og á meðan við erum í loftinu. Kærar þakkir fyrir alveg endilega, og þeir eru að vinna alveg frábært starfi í að að örva þjóðfélagsumræðan á Íslandi, ekki veitir nú af því að fjölbreyttri þjóðfélagsumræðu, ekki síst á óvissu tímum. Þakka þér fyrir, ég tek þessu sem miklu hrósi frá þér. Hafðu það gott og heyrum síðar, vertu blessaður. Já, blessaður, takk fyrir. Og ekki fara langt, þetta er rétt að byrja, handa við hornið nýr kafli. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Við ætlum að fjalla innsæi með stóru I og stóru S-i í dag. Hún Hrund Gunnsteinsdóttir er gestur minn og við ætlum að grafast fyrir það hvað við getum lært innsæið og hvernig við getum nýtt okkur það betur til þess að eiga betra líf og verða hæfari í verkefnum lífsins. Og við ætlum að fara með Hrund inn í hennar heim sem er alþjóðlegur, þar sem að hún fer allan heim og kennir svona stórum leiðtogum innsæi. Flytur fyrirlestra á TED og á svona
merkilega sögu til dæmis í áhugaverðu nýju sambandi við Alfred Gíslason sem að margir þekkja og við ætlum að kynnast Hrund í dag. Velkomin Hrund. Takk fyrir, gaman að vera með þér. Við vorum nú að fyrir okkur á því við höfum báða mætt í svörtu í dag. Hvað að gerast? Ég held að sé bara til að draga fram hennan fallega rauða lit og kraftin í, er það ekki? Er það ekki? Þú ert ekki vön að vera í svörtu? Nei, ég er vön að klæða mig frekar svona litríkt. Já. En svo, einhver sagði mér fyrir nokkrum árum að þegar maður fær í svart, þá lokar maður inni orkuna sína. Og kannski gerir maður það þegar manni vantar að halda henni bara fyrir sig. Mér leið samt ekki þannig í morgun, sko. En ég einhvern veginn valdi þessa skyrtu, ég veit það ekki. Þannig að ég held að setja að draga fram þetta rauða fallega. En eigum við einhvern veginn, hvernig myndum við vinna með það út af því að við viljum ekki loka orkun okkar inni og við, þú veist, hvernig skilur þetta með orku? Ég held að við séum bara svo vel kjarnaðar. Já, að við erum bara samankomnar. Já, við erum bara kjarnaðar í orkun okkar. Þannig að við mætum bara algjörlega í fullri vitund á staðinn. Er það ekki bara? Jú, ætli það ekki bara. Og þarna, þetta er bara góð byrjun. Ef þú getur talað aðeins það, hvað það þýðir fyrir að vera kjarnaður og þessi orka og þá hvernig það tengist þessu viðfangsefni þínu, innsæinu. Já, ég held að bara til að summa eins út bara í heiminn sem við búum í dag og þegar ég segi heiminn þá meina ég alveg hverfið okkar, landið okkar og heiminn, þú veist, eins og hann er. Þú veist, hann er að hreyfast svo hratt, það er svo mikla breytingar. Þú veist, það er svo mikið svona margfeldis áhrif breytingar sem eiga sér stað, þú veist, gervigreindin, tækniþróun, alls konar svona vendipunktar sem eiga sér stað í veðurkerfum. Það er pólitísk ókyrrð, það eru átök, og það er bara svo margt í gangi, mikla breytingar og við sem erum út af vinnumarkaði vitum að það er oft talað bara að vinnumarkaðin er að breytast og það eru svona margir að missa vinnuna og það er alls konar svona óþægileg tákn á lofti líka. Í heiminum, það er svona óróleiki í heiminum. Svona óróleiki í heiminum og ef við setjum þetta þannig upp að það er óróleiki í heiminum, heimurinn er einhvern veginn á fleygiferð og hvort sem er heimurinn eða bara líf okkar, þá gerist það stundum að hugurinn fer líka á fleygiferð. Og verður nánast óstöðundi og við förum svolítið bara að búa í hausnum á okkur. Og það sem gerist í tengslu við innsæið er að innsæið er grunnurinn að greind okkar. Þetta er ekki bara svona eitthvað lítið brot af heilastarfseminni. Þetta er bara grunnþáttur í greind okkar sem hefur þróast með okkur frá örófi alda og hæfni sem hefur sérstaklega þróast fyrir mannkynið til þess að geta tekist á við breytingar, aðlagast, búið til eitthvað nýtt og svo framvegis. Þannig er þetta grunnþáttur í greind okkar og við erum öll með innsæi en það er algjörlega upp á okkur sjálf komið að tengja við það. Getur þú útskýrt hvað innsæi er fyrir þér? Þú talar þetta þáttur í greind okkar. Er þetta eina greindunum í fjölgreindakenningunni eða er þetta... Sko bara til að halda áfram með að heimurinn séu að flegi ferð og við erum í honum. Já. Og þegar allt er að flegi ferð í kringum okkur og við og hugur okkar fyrir að flegi ferð, hvað sem er í persónulega lífi eða í umhverfinu okkar, að það væri svo mikilvægt fyrir okkur að setja akkerið inn í okkur, að setja þungamiðinu inn í okkur, þannig að við séum ekki bara eins og svona flotholt út á hafi sem bara fylgir einhverjum straumum og stefnum, heldur erum einhvern veginn kjörnið inn í sjálfum okkar með sterkan inn í áttavita til þess að geta ákveða hvert ætlum að fara og mér finnst oft gott að útskýra með myndlíkingu ef við ímyndum okkur að ég og þú séum bara núna og hlustendur út á Ballarhafi við erum bara út á miðju hafi og við erum ekki með báti eða neitt, það er bara líkaminn okkar þú veist, við erum þetta bara eitthvað og það er ekkert land í augsýn við hefum engan bát og þetta er svolítið svona myndlíking fyrir heiminn sem við búum í dag. Þannig er svona eins og ólgusjór eða sjór eða haf bara. Leiðir liggja til allra átta. Og við erum hérna bara einar út á hafi að sprikla og þá er regla nummer 1 er að hafa höfuð upp úr svo við drukknum ekki til að lifa af. Já. Og regla nummer 2 er að velja í hvað áttu við ætlum að fara. Og þetta er miklu mikilvægari og flóknari spurning. Og til þess að geta valið í hvað áttu við ætlum að fara þegar að það er mikill óútreiknanleiki það ríkir óvissa en leiðir liggja til allra átta, þá skiptir öllu máli að vera vel tengt við innsæið
vegna þess að það svo mikill grunnþáttur í greind okkar á hugsun og mannesku og svo mikið grunnhráefni til þess að geta haft innri áttavita vegna þess að ef að við erum ekki tengd við innsæið okkar þá eru ytri þættir að stýra því vegna þess að við tökum upp svo mikið af upplýsingum af öllum líkamannum og öllum skinnfærunum. Við erum ekkert meðvituð nema bara lítið brot af öllum þessum upplýsingum en allar þessar upplýsingar að móta okkar skoðanir, okkar viðþorf, okkar viðbrögð, okkar leið í lífinu og því minna sem við erum tengd þessu, tengd innsæin okkar og þessari greind, því minna erum við stjórnvölin hver við erum, hvernig aðrir upplifa okkur og hvert við erum að fara með líf okkar og erindi. Þannig að þetta eiginlega að tengja við sjálfan sig. Þetta að tengja við sjálfan sig og kannski aðeins bara til að jartengja líka orðið innsæi. Innsæi sem sagt þekking, greind, reynsla sem við söfnum yfir tíma og mótar svona hvernig við hugsum og greinum og sjáum hlutina. Þetta ekki eitthvað sem gerist bara svona. Er þetta þá svona eins og sálin eða er þetta eins og svona við reynum átt okkur á því hvaða að tengja við sjálfan sig, hvað erum við að tengja við? Sko þetta svo frábær spurning vegna þess að nú ég búin að skoða innsæið yfir 20 ár og ég hef skoðað út frá eins mörgum sjónarhornum og ég get og eina af ástæðunum svo að innsæið vill ekkit að við setjum það í eitthvað box eða síló eða sérgrein. Það á við allt, þú veist, og það vill bara, þú veist, fá að flæða. Þannig að, þú veist, nú geti ég setta með hatt taugavísdamanniskunar og sagt, þú veist, taugakerfin okkar eru stöðugt að eiga samskipti. Þau móta hvort annað, bara á þess að við tökum eftir því, skilur. Við flytjum skilaboð á milli líkam okkur í gegnum heilabylgjur, taugafrumur, hjartslátturinn okkur getur fara að slá í takt þegar við erum saman í sama rými, við stillum okkur svona af saman. Þetta eitt á sér hefur áhrif á hvernig okkur líður í rými og með öðrum. Ef við erum rosalega stressuð og hert og kvíðin, þá mjög erfitt að fá aðganga innsæinu sínu. Það svo rólegt, þú veist, það bara hana. Já. Og við þurfum að vera svolítið vel stillt til þess að ná inn á það. Nú, fæ ég svona, verður svona spennt að spá í þetta með þér út af því að þetta hefur að gera með orku eins og þú segir, við stillum okkur saman þannig að það þú veist, það orka í innsæi og það þá örugglega einhver tenging við einhver hugsanlega alheimsorku. Hvernig sér þú þetta sjálf í upplifun þín af þessu? Finnst þér eins og sért að tengja við alheimsorku þegar þú tengir við innsæið? Sko, já, þú veist, ég get alveg tekið undir það, þú veist, og svo bara spurning hvað við lesum í alheimsorku, þú veist, það er til dæmis, það tíðarandi sem að, þú veist, þú svona tengjum við á hverjum tíma, en það hægt að útskýra líka svo marga vegu, þú veist, það sko vinnan mín gengur rosa mikið út á það að fólk eins og ég og þú skiljum hvað innsæið hvað það kemur, hvernig það þróast yfir tíma og það rosalega margt sem kemur að því að þróa innsæið. Til dæmis ef að þú starffræðingur þá þegar þú ferð að vinna með starffræðina og þú svona prófa alls konar, reyna alls konar og hugsaðlega kenna starffræði og gera rannsóknir og hvað eina, þá dýpkar innsæið þitt á sviði starffræði. Þú veist. Já, þannig að reynslan bætir hérna í þann banka. Já, og það sem svo mikilvægt að halda til haga að sko greiningarhugsun okkar og lógikin og rökhugsun vinnur með innsæið. Þetta ekki svona aðskilið. Til dæmis, til þess að geta fært rök, þá þarfst að vera með gott innsæi. Þú getur ekki verið ótengd eða ótengdur efni, viðfangsefni eða fólki og haft gott innsæi inn í það. Þú verður að vera tengd viðfangsefnin eða tengdur til þess að geta fært rök og haft gott innsæi inn í það. Og leiðtogar í dag, stjórnendur leiðtogar, stjórnmálaleiðtogar, þeir þurfa að hafa góða tengingu við umhverfið sitt og fólki sem að þjóna, og ég undirstrika þjóna, þetta opinber þjónusta að vera pólitíkus,
þú þarft að vera tengdur fólkin til þess að hafa raunverulega gott innsæi inn í það. Annað dæmi er að án innsæis þá værum við ekki skapandi. Við værum mjög líklega ekki með mikið ímyndunarafl eða með ímyndunarafl. Við værum ekki nýsköpun. Þú veist, þannig að innsæið er svona svo mikill grunnþáttur af greind okkar. Og stundum erum við bara að skynja eitthvað og við getum kallað það, þú veist, tíðaranda, alheimsorku, alls konar og það er mjög margt af þessum sviðum sem við í rauninni vitum ekkert mikið þú veist, sko, áþreifanlega, rannsóknarlega, vísindalega og sumt sem við vitum mikið en í öllu falli þá er svo mikilvægt í minni vinnu að kenna fólki að læra inn á það, þú veist, hvað er það sem að gefur innsæinu þínu upplýsingar. Af því að sko, það stundur sagt að 95-99% öllu sem við pikkum upp með skinnfærunum og heilanum og augunum og öllu skilur í gegnum einn dag, það er ómeðvitað. Það er bara 1-5% ef við notum einhverjum svona myndlíkingu, þú veist, sem við erum meðvituð virkilega meðvituð að sé að gerast og við séum að pikka upp. Og innsæi hjálpar okkur að tengja við þessa skynjun og þessar upplifanir sem eru mjög raunverulegar. Þú veist, það geta verið til dæmis, ég var að tala hjá félagi íslenska hjúkrunarfræðinga í síðustu viku og hjúkrunarfræðingar og læknar eru svo stétt sem notar innsæið mjög mikið og það er búið að gera mjög margar rannsóknir á því, hvað sem er sjúkraliði, skilur, þú ert í umönnun, þú horfir á fólk, þú fylgist með fólki og upprunnilega latneska þýðingin á orðinu intuition, er að fylgjast nákvæmt með. Þú veist, observe, þú veist, að fylgjast með, þannig að þú ert svolítið að horfa á og fjalla áns að dæma, þú veist, þú ert bara svona að taka eftir. Já. Sem er líka held í ástæðan fyrir því að við höfum oft talað móðurlegt innsæi. Það vegna þess að mæður fylgjast með börnunum og auðvitað feður líka, þú veist. Þetta er svona gamla hugsunin líka, þú veist, ef hún næri langt aftur, öllu heldur. Að þegar við fylgjumst náið með einhverju manneski, einhverjum aðstæðum, einhverju rannsóknarefni, einhverju samfélagi, einhverjum upplýsingum, þá dýpkar innsæið okkar inn í það. En við verðum að vera meðvituð og kunna þjálfa innsæið og treysta innsæinu og vita munin á innsæi og ótta, innsæi og óskhyggju, innsæi og fordómum, innsæi og fíkn. Við getum kannski verið með einhverja fíkn. Hvað segir þið? Innsæi og kvíða. Og kvíða. Þú veist, oft og nú þetta mér í hug þú veist, vera að fara kannski upp í flugvél og fá einhver svona tilfinningu og ég þekki það að þurfa að vita, er innsæi að segja mér eitthvað eða er þetta kvíði? Akkurat. Myndur tengja við þetta? Algjörlega, þetta er frábært dæmi að því að þú ert líka að deila því með okkur að þú veltir í fyrir þér, er þetta innsæi eða kvíði og þar þarft þú að þekka sjálfa þig nógu vel til að vita munin. Þess vegna er þetta svo mikið sjálfsvinna sem við þurfum að fara í, hvort sem við erum að byggja upp innsæi í einn lífi eða bara faglega. En kannski þetta mér líka í hug í sambandi við svona dæmi og út af því að nú erum við að reyna að skilja innsæi og því það er svo ótrúlega abstrakt og þú kannski algjör sérfræðingur á þessu sviði og ég er forvitin að heyra þú veist betur hvar við finnum það, hvernig það verður til og hvernig við getum nýtt það. En þá í þessu dæmi þar sem ég segi er þetta innsæi sem er að segja mér eitthvað, þá er það á einhvern hátt líka að við upplifum að við fáum skilaboð. Já, þannig að algjörlega. Þá er það orðið svolítið andlegt. Já, sko, þú veist, sko málið er það, þú veist að ef að við köllum það andlegt og það er bara fínt og bara gott og vel, gott og blessað og út frá mínu sjónu þetta séð, þú veist svona almennt, þá skiptir ekki öllu máli hvað við köllum það getur verið andlegt, auðvitað er það andlegt að því þú ert að nota hugan, þú ert að nota tilfinningarnar og þú ert að nota þú veist, þetta andlega til dæmis út frá mínu sjónu er þetta hvernig við erum öll samtengd og samofin, ekki satt? Já. Hvernig við erum hluta stærri heild, þú veist. Við erum sem manneskjur svona eins og visskerfi, hugur og líkamur tengd, taugakerfi tengt við heilan, heilin tengir okkur við hugsunina, líka bara velja, þú veist, allt þetta skilur við. Og við erum með rosa mikið að skinnfærin sem skinnir rosa mikið og eins og við lýstum áðan, þú veist, hvernig heilarnir okkar tala saman og hjörtun og lungun og taugafrumunar og allt skilur, svona kerfi sem er alltaf eitthvað svona að interakta.
svo eru við vistkerfi inn í stærra vistkerfi, inn í stærra vistkerfi, inn í stærra vistkerfi og þá erum við komin í þetta, þú veist, það sem ég tengi við andlega og mér langar að heyra hvort þú sjáir það öðruvísi. Þessi trú að við erum öll samofin og samtengd og hluti af einni heild. Það er í raun út á taugavísindum og andlegum fræðum mjög óskilt hvar ég enda og þú byrjar. Já. Hvernig myndir þú útskýra þetta öðruvísi? Ég upplifið það mjög sterkt sem sagt að við séum tengt, þú veist, í svona alheimskerfi. Já. Og mér finnst það einhvern veginn, og ég forritin að vita hvort að hvað við eigum að kalla það út af því að þetta er svo abstrakt þegar við erum að tala orku og tengingu og við erum að tala alheimsorku, já, og bara við tölum Guð í því sambandi og sumir segja bara við séum öll með svona sálartengingu við þessa alheimsorku. Já. Og ég einhvern veginn upplifið það þannig og ég er forritin að vita út af því að þú ert náttúrulega líka að vinna með þetta svona faglega og ert að höfða til stórs hóps fólks. Já. Þú veist, hvað máttu fara langt í að tala þetta sem svona andlegt? Ég mæti fólki bara hvar það er. Ég skoða, við notum alls konar orðalag og við komum á svo ólíkum áttum. Þú getur ímyndað muna þegar ég að vinna með ungra manneskjur sem er að útskrifast úr einum virtasta háskóla heimi versus eldri manneski sem er mjög djúpa þekking og svo er verkfræði og starffræði, þú veist, ólíka kynnsla, við skiljum bara, þú veist, eða unga manneski útskrifast á háskóla sem er ekki virtur, við skiptir ekki máli, bara, þú veist, bara rosalega ólíkt fólk, þannig að ég rýni í orðanótkun fólks, hvaðan það kemur og svo reyni ég að horfa inn í kjarnan á því sem það er að reyna að segja, þú veist, og þegar ég er að kenna innsæi, það held ég mig alltaf við rannsóknir praktis og með praktík á ég við sögur af fólki og sambandi þess við innsæi, dæmi fólki í íþróttum, fólk sem eru landkönnuðir, fólk sem er að breyta heiminum inn að gæsalappa á einn eða annan hátt, að fara inn á nýtt svæði og skapa eitthvað nýtt, þú veist. Og þá notar maður þessa sögur og kafar ofan í þær og þær eru rannsóknir og þessu og frásagnir og annað. Ég fyrir líka aftur í tíman í andlifræði og tímalausfræði sem að nútíma vísindi eru líka svolítið að renna stoðum undir. Þú veist, vísindin eru svona að ná í skotti af aldagömlum fræðum á sumum sviðum eins og þessum. Nefndu dæmi bara eins og með innsæið. Já. Þú veist, ég meina það er ekkert langt síðan að ég byrjaði að vinna opinberlega með innsæi og það var bara mjög mikið sprengjusvæði að fara inn á. Af því að þarna, þú veist, ég man þegar við byrjum að gera heimildamyndina með innsæi, þá kom ég með í þess að hugmyndina 2010 og við fórum að kynna þetta inn í, þú veist, bransanum, heimildamyndabransanum, þú veist, og líka utan landstinnana og þá var viðkvæði stundum, já, er þetta svona New Age, er þetta svona nýaldar eitthvað. Já. Sem þýðir, er þetta óstaðfest af vísindum. Já. Og við erum búin að vera svo kyrfilega föst í að það má ekkert nema þessi búið að staðfesta af vísindum. En það er rosa mikil þörf fyrir það að fara inn á svið áður en vísindin hafa staðfestu, annars erum við ekki að gera neitt nýtt í vísindum. Nákvæmlega. Þú veist, þetta er svona... Nákvæmlega, og vísindin kom alltaf langt á eftir, út af því að það þarf tíma. Langur ferill að sína fram á eitthvað og sanna eitthvað, þannig að almenningur er langt á undan vísindunum að finna sannleikann, sko. Akkurat, þannig að þú veist, þetta er við förum líka svona í hringum í stóru sögunni, þú veist, ef við fyrir 1000 ára aftur í tíma, þá förum við í svona hringi. Það er margt sem að mannkyni hefur náð fram í, þú veist, pólinesísku sæfararnir eða Machu Picchu í Peru eða hvað alls konar hlutir eða píramídar sem við hefum gert sem að við getum ekki útskipt í dag hvernig við gerum. Og ég tek oft dæmi pólinesísku sæfarana sem fyrir mörg 100 árum síðan ferðuðust á svona litlum bátum, kanóum á Kyrrahafinu sem er stærsta hafsvæði á jörðinni og kortlögðu nánast allt Kyrrahafið með því að lesa í náttúruna skuggana sem að fjallu af skýjum og yfirborð sjávar, á hegðun fugla, þau lási í öldurnar. Þeir sem voru fremstir lögðu þessi stundum í botni bátana, sáu kannski 4 tíma
og í gegnum svefnin gátu þeir fundið ef eitthvað var ekki í lagi. Þannig að innsæi var rosalega sterkur þáttur og innsæi þeirra inn í Kyrrahafi var svo sterkt með allir sérþekkingunni líka að lesa í náttúruöflin og allt þetta að þeir gátu kortlagt nánast allt Kyrrahafið í samanburði við þekkingu okkar á því í dag sem að með nútíma tækni á vísindum nær í mestalagi 20-25%. Skilur þú, þannig að við þurfum aðeins svona auðmýkt og segja líka... Og hefur innsæði skipt meira máli hérna áður fyrr þar sem að það var ekkert annað að stíðast við. Já, og þetta er nefnilega svo góði punktur að ég er ekki alveg vissum að það skipti ekki eins miklu máli. Ég held að það skipti nefnilega gríðalegu máli í dag vegna þess að, sko mannstöða sem ég sagði á hann, þú veist, við fyllum skynfæri okkar heilan, allur líkaminn að taka þátt í því að pikka upp upplýsingar og þekkingu, hvað ég gera næst. Heilin er alltaf spá fyrir næstu skref, þú veist. Og ef við tökum þetta bara uppfærum mitt í tíman í dag, hvaðan erum við að fá upplýsingar? Þú veist, eins og einhver sagði við mig, shamani sagði við mig fyrir nokkrum árum, þú veist, við þurfum að passa okkur að vera ekki ruslatunur. Af því við getum ekki bara tekið á móti hvað upplýsingum sem við þurfum að taka ábyrgð á því vegna þess að það uppfæri kerfin okkar, skilning okkar, tilfinningu fyrir að tilheyra, þú veist. Og svo er annars sem að mér er mjög hugleikið, sem að mér langar að rannsaka meira, það er spurningin, skiptir máli fyrir mannfólk að leggja huga við hönd, að vera í snertingu við viðfangsefni fólk og umhverfi, bara upp á geta okkar til þess að halda heilunum í þjálfun, halda innsæin í þjálfun, vera glöð, vera manneskjur, geta elskað, vera klár. Svarið mitt við því núna er svo far, já, og rannsóknir á gervigreindinni sýna okkur að þegar við svona setjum með hendurnar á gervigreindin okkar gagnrýnu hugsun, getur til að rýna til gagns, velta ólíkum hliðum á hlutunum, gera upp okkar huga gagnvart hlutum, staðsett okkur þegar við setjum það yfir í hendurnar of mikið á gervigreindinni að þá grefur það undan bara hreinlega greind okkur að getur til að taka góðar ákvarðanir. Þú veist, þannig að tenging okkar við aftur heiminn, hérna gæsalapur sem við búum í, hvort sem það er gatan okkar, fjölskyldan okkar, vinnan okkar, landið okkar, hvað það er. Já. Snertingin við raunverulegt líf er rosalega mikilvæg til að geta siglt ólgusjó lífsins með sterkan innri áttavita. Við getum ekki bara sett hann í hendurnar og tækni eða einhverju öðru sem liggur utan á okkur og við höfum enga tengingu við. En ef við berum saman kannski eins og þetta dæmi sem varst með áðan, það sem að það var ekki hægt að stíðast við neitt nema innsæði kannski eins og hérna í að kortleggja Kyrrahafið, þú veist, og þá í rauninni þarftu að treysta því. Já. Það er ekki annar ræð. Þú getur ekki farið og spurt ChatGPT sko, út í neitt. Sko. En eins og þú segir, núna höfum við kannski gefið eftir mikið af þessari, hvað að segja, mér langar að segja powerinu okkar, sko, yfir í svona ytri mælikvarða og þekkingu. Já. Þannig að þú ert að segja, sko, að það sem að núna skiptir mestu máli er að fara að virkja innsæið sterkar aftur til þess að geta valið svolítið betur hvað við nýtum að þessu. Til þess að geta treyst okkar eigin dómgreind. Já. Þetta tengjum við öll við. Það er alveg sama hvað við erum gömul, hvað starf við sinnum, hvað störfum við sinnum, hvað sem stjórnendur, alveg sama hvað við erum að gera. Það að geta treyst eigin dómgreind og hugsa skýrt. Já. Er virkilega áskorun fyrir langflesta. Þetta er eina af stærstu áskorunum sem fólk er að díla við í dag. Mér langar aðeins bara að segja eitt varðandi, þú veist að tala hérna Pólínesíu sæfarana, byggðu innsæði sitt. Mér langar bara aðeins að ítreka að þú veist að innsæði þeirra var byggt upp á þekkingu sem gekk kynslóð framan að kynslóð. Hún fór fram í sögusögnum, frásögnum, hands-on kennslu. Komdu með mig, ég ætla að sýna þér hvernig við gerum þetta. Farðu núna út af bátinn, sjáum hvort að þú hafir þetta af, skilur þau? Já, og líka í örugglega kerfunum, eins og þú segir, sko, að það, eins og við erum búin að læra núna og vísindin eru búin að sanna að reynsla kynslóðana situr í okkur og við búum að því
eða áföllin að vinna úr þeim. Já, akkurat. En nú kannski svona fyrir áhörundu líka að þetta sé meira svona góð dæmi, hjálpa okkur alltaf. Já. Og ef að þú getur tekið dæma því þar sem að eitthvað breytist í lífi fólks við það að það fái svona góða tengingu við innsæið og geti nýtt hana með þessum hætti að nota hana sem áttavita. Já. Og ef þú byrjar á þér, hvernig gerist þetta hjá þér, innra með þér? Hvernig verður þessi upplifun á því, ég er með innsæi og ég ætla að fylgja því, eða þú veist? Já, akkurat, þetta er mjög mikilvæg spurning. Hjá mér var það þannig að ég hélt ég væri alveg tengt við innsæið, en ég var það ekki. Þannig að mér finnst það mikilvægt að segja strax, vegna þess að hausinn á okkur hann er mjög samfærður við megi ágæti. Já. Ofsalega samfærður við megi ágæti. Gæðu mér einhverja tölu, hvað giskar á að margir séu í góðum tengslum við innsæið sitt? Ég get ekki gefið tölu, ég veit það ekki, en það er mjög algengt að vera það ekki. Og kannski bara svona mest borðleggjandi leiðin til að útskýra það. Það er ekkert þetta alhafa svona. En ein svona helsta ástæðan fyrir því er svo að við höfum ekki ræktað það í skólakerfum eða þú veist, þetta hefur ekki verið svona beint ræktað og ástæðan er svo að það er ekki auðvelt að endurtaka, mæla og bera saman innsæi eins og það er auðvelt að gera það við rökhugsun og greiningu og tölfræði, þú veist, það er svona svolítið augljóst ástæði fyrir því. Ég er samt með einhverju tölur út af því að vinkonu mín var að skrifa ritgerð þetta í stjórnundanámi sem hún var í. Já. Þar sem hún var að skoða hvað væri stórt hlutfall stjórnenda sem væru með þessa tengingu við innri visku. Já. Og það var innan við 10%. Já, akkurat. Þannig að þá sem væru svona hvað er að kalla sem sagt það er til eitthvað hugtak yfir þetta ekki, þú myndir örugglega þekkja að vera svona í sjálfstýringu, að vera stýrður af innri visku í rauninni. Já, sko, við tölum oft bara á ensku er oft talað bara inner compass, alignment og mastery of intuition. Já. Og mastery of intuition, þú veist að ná meistaratökum að innsæinu út af reynslu og þekkingu og reynsla er rosa mikilvæg, þú veist, að hafa farið í gegnum upp og niður og allt þetta. Meistaratöku innsæinu fela til dæmis í sér að þú sem einstaklingu, hvort sem er stjórnandi eða einhver að gera eitthvað annað, þú stendur frammi fyrir rosalega flóknum aðstæðum sem að við þurfum að grípa mjög hratt til aðgerða. Við höfum ekki tíma til að setjast niður og gera plön. Sá sem hefur vel þjálfað innsæi er miklu fljótari að átta sig á forgangsröðun aðgerða, hvað þarf að gera og hvenær, hvað kemur númer 1, hvað kemur númer 2, miðað við þann sem er tiltölulega nýr á sviðinu eða er ennþá föst eða fastur í sem sagt skapalónum og svona aðferðafræði. Já, er ekki alveg búin að fá aðferðafræðin í kroppin með reynslunni. Er löngleið frá huganum í hjartað, er stundum sagt. Er það kannski... Já, það tengist því alveg, en mitt akkurat, sjáðu bara fyrir þér, þetta er eitthvað sem ég held að allir tengi við. Þú ert að læra píanó og þetta getur átt við öll sig. Þú ert að læra píanó, þú lærir fingrasetninguna. Já. Svo lærir tónstigan, tónfræðina, hugsanlega. Þú lærir allavega fingrasetninguna. Þú ert að æfa því inni. Já. Og þú ert alveg bara einbyttaður í því, bara með tungun út að vandaðir og svo mikið. Og svo ertu búin að gera þetta svolítið oft. Og það hægt að rólega sekkur þessi nýja þekking úr vakandi fókusir á hugunum niður í sjóin innan með okkur sem er innsæið og verður bara þekking í kroppnum. Já. Og þú ert ekki að pæla í lengur. En ef þú ert að spila mikill innlifun þannig er það að hrífa fólk með þér og þetta er alveg stórkostlega viðburður sem við erum að vera vitnað. Já. En ef þú lappar upp að mér og ég er að spila svona í feeling á píanóið, pikkar í öxlunum og segir, Hrund, rosa þetta flott hjá þér, hvernig fer það þessu? Það allt þínu verið meðvituð og ég bara stoppa. Já. Að því ég var bara í flæði. Já. Akkurat. Og í flæði þá er ákveðin tegund af okkar rökhugsun búin að stíga til hliðar og er ekki alltaf að finna hvað við erum að gera og spura hvað ætlum að gera næst. Heldur vélin er bara í gangi, þetta er bara hringrás, þetta er bara ótrúlega flott flæði. Já. Og það er held ég líka ástæðan fyrir því að
innsæið okkar, við erum aftengt innsæðin okkar að því við erum svo föst í hausnum. Við erum alltaf að plana, við erum alltaf að greina, við erum alltaf að spyrja af hverju, við erum alltaf búin að plana næsta skref, staðan fyrir að stíga aðeins líka í hælana, setja athyglinni í hnakkan, jafna okkur aðeins að og vera svolítið í núinu, vegna þess að þegar við erum í núinu, þú nefndir Alfreð áðan, ég tók viðtal við hann fyrir bókinu mína, þannig kynnumst við. Já. Og Er hann svona innsæis uppgötun hjá þér? já, sko ég vissi ekki að þessi ótrúlega magnaði handbolta leikmaður og þjálfari, þú veist, ég hafði bara ekkert hugsað það með hann, skilur, ég heyri viðtal við hann og ég bara vá hvað þetta er magnað. Þá er hans sagt mjög þjálfaður í rithmónum tveimur, eins og ég kalla það hluta aðferðfræði innsæi, hann vissi ekkert hvað það var, skiluru, en það þýðir að hann vinnur undir mikilli pressar, milljónum manna fylgjast með honum, hann þarf að delivera, hann þarf að skila sigri og ákvarðanir eru teknar bara sekundubrótum, skilur, í leik. Hann þrífst alveg á þessar orku, rosa mikil hraði og pressa á svona og undan þessu á sér stað æfingatímbil, mikil greining, tölfræði og allt þetta. En þess á milli stígur hann út úr þessum heimi og fyrir inn í hinn heiminn sinn sem er náttúra, hreyfing, bíflugur, þú veist, láta hugan reika, lesa bækur, þú veist. Og það eru svona dæmi 2 rytma. Þú þarft að báðum að halda til þess að halda tengslu við innsæðið þitt. En það sem ég ætla að segja með núvitund fyrir okkur öll, að vera svolítið grounded og present. Þegar við erum algjörlega á staðnum í sjálfum okkur, við erum ekki að hlusta fólk og býða eftir að fá að tala, heldur við erum raunverulega að hlusta fólk. Við erum einhver staðar upp á fjalli að labba og við erum algjörlega bara upp á fjallinu að labba og við erum að fylgjast með aðstæðum, við erum að fylgjast með veðrinu, við erum að fylgjast með kannski snjónum undir fótunum á okkur. Þegar við erum svona present, þá eigum við best með að sækja alla okkar þekkingu, reynslu, sérhæfingu og innsæi til að taka réttar ákvarðanir í mómentinu. Og eins og Alfreð orðaði það í bókinu, ég hef þessa setningu mjög oft eftir honum, að það að vera svona á staðnum, present, undirbýr okkur best fyrir hið óvænta. Þannig að fyrir leiki og honum, þá tekur hann moment fyrir leiki, smá tíma er hann búin að preppa liðið og gera allt að græja, stígur hann til hliðar og les kannski bara í sagnfræðibók. Já. Gerir eitthvað allt annað til þess að skapa þetta rými, til að vera algjörlega á staðnum, til þess að geta gripið óvæntar sendingar þegar að koma á sekundubróti og gert eitthvað gáfulegt við þær. Þannig að það er ekki svona sérstakur undirbúningur eins og hugleiðsla eða, þú veist, og hann er ekki að vinna þannig með Nei, veistu sínum að við mönnum. eigum öll ólíka leiðin í þetta. Já. Hugleiðsla er rosa mikilvægt tæki, þú veist, að því að önnur ástæðin fyrir sem ég ætlaði að nefna að okkur fólk er ekki svona tengt við innsæði eins og þú veist að vísi í þessar rannsóknum, mjög áhugavert. Er vegna þess að það er eiginlega allt í kringum okkur sem hvetur okkur til að, sem er að ræna athyglinni okkar frá okkur. Þannig að það er svo erfitt að ná þessari stillingu á heilan og hugan þar sem við höfum aðgang að innsæðinu. Hugleiðsla hjálpar rosa mikið til við það og þú veist allt um það. Fyrir suma er það, þú veist, jóga líka, það er hreyfing, það er elda góða mat, það er að prjóna, eitthvað sem að kúplar þig út úr þessum fasa að vera að gera og skila af þér og taka næsta skref og plana. Vera að hugsa. Já, þú veist, og vera að keyra fyrir næsta hotn og hafa ekki tíma til að bíða rauðu ljósi, veist. Já. Þetta er bara að ná í skottið á sjálfu sér. Ok, en mér langar svolítið að ná svona konkrétt dæmum og ég veit að þú auðvitað fer þessa leið út af því að þú varst kannski búin að týna þér í þessu svona spennu ástandi og hugarvíl og þú veist áhyggjum og svo leið, sko. Þannig að þú kemst á einhvern stað þar sem að þú þarft að gera breytingar á lífiðinu. Já, ég í rauninni, sko, ég er ótrúlega lánsam, ég fæðist á Íslandi og ég næ á tvítusaldri tökum á fókus og huga og næ virkilega að læra. Stend mér vel í skóla, fyrir góða háskóla og ég er mjög ung þegar ég fæ draumastarfið mitt í rauninni. Og ég fer að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar eftir stríð í Kosovo og þar gengi bara inn í opið sár og ég bara hér ætla ég bara að gefa allt sem ég á. Ég hef ekki við neina kvarta,
fólki sem ég er að vinna með traumatæst, þetta samfélagi bara opið sár. Og ég var 26 ára gömul og þegar ég var yfirmaður hjá sérstofnun Sameinuðu þjóðanna og þetta var svona mitt hugafar. Ég gekk rosalega hart að mér og alveg upp á því magni, að ég vaknaði einhver tíman nóttuna og ég sá pöddur skríða á líkamannum en mér var bara að dreyma það. Þú veist, þetta er bara svona rosalegt álagsmerki. Af hverju heldur þú að fara svona illa með þig? Sko, ég gaf mér engan slaka. Ég vann alla daga vikunar, ég tók ekki helgafrí yfirleitt og Þurftir að sanna eitthvað? Nei, ég var svo ástríðufull. Þetta var svo sterkust, ég var svo drifin áfram að vilja gera gagn. Sko, það að vera ástríðufull og hafa svona opaslega ánægð einhver, það getur líka tekið okkur yfir mörkin okkar, þú veist. Og síðan fæ ég ævistarf hjá Sameinuðu þjóðunum og flytti Genfar og þar gengi inn í svona rosalega mikið bákn, stofnun, skriffinsku, stigskipan, goggunaröð og þar fannst mér ég vera rosalega aftengt bara fólki og viðfangsefnunum sem vorum að vinna að. Mér fannst þess að við varum bara svolítið að þjóna kerfi, þú veist, kerfi einhvern veginn og mér veist að ég var ekki alveg að fíla með þar og svolítið líka svona mitt frumkvöleðli og ég fann að ég var svona stífna upp, þú veist, það bara ég fór að dagdreima það sem ég langaði að gera þegar ég fór eftirlaun. Að ég var svo ung þegar ég fekk þessa fastráningu og ég var að reikna út ég geti farið eftirlaun 55 ára. Þá ætla ég að sem allt sem ég er búin að vera að gera síðustu árin. Þriðja lagi, þá fór ég gegnum mjög erfiðan tíma persónlega og það einhvern veginn bara braut mér nánast. Og þannig ég hafði þá orðalega á þeim tíma, mér leið bara eins og ég klesta vegg eða jörðin undir fótunum að mér hafi horfið. Við töluðum ekki burnout, kulnun þá. Það var ekkert í umræðinni. Ég var 20 eitthvað ára, það var engin upplegað svipa og ég. Ég kom rosalega ólíkum heimi frá vinum mínum frá Íslandi, skilurðu. Þannig að ég klesta vegg og líkamlega var ég orðin veik og læknir sagði mér ég myndi hugsaðlega aldrei geta unnið fullt starf aftur og þetta er náttúrulega rosalega löng saga til að gera hana stutt að þá leið mér eins og ég var að berast til lífi mínu. Og ég man ég leiti speil og það var engin glampi í augunum og ég bara hrund, þú veist, hvað ertu? Hvað heldur þú að hafa verið þannig gangi á þér? Þú segir berjast fyrir lífiðinu, fannst þér eins og bara sálinn væri búin að yfirgefa þig eða eitthvað? Mér leið bara eins og, ég var bara komin í þrot og ég hafði rosa svona lítið svona öryggi, ég fann fyrir rosa litlu öryggi. Það var svo rosalega margt í mínu lífi sem var einhvern veginn bara búið að snúast á hvolf. Ég hafði enga orku. Ég var ógeðslega þreytt. Og ég svona misti von og ég vissi ekki líka átt ég var að fara. Ég hef alltaf haft von og skýra svona... Þú ert ein úti eða þú segir missi öryggið. Er það þá, ertu ein sem sagt fjarri ástunum? Ég held að öryggi í þessu samhengi og í tengslu við innsæi líka kemur fyrst og fremst innan frá manni. Það var ekki alveg nógu vel staðsett þar. En þetta er svona að klessa vegg, ég var, þú veist, komin inn í bara ákveði myrkur og eina leiðin út var að fara inn á við. Og þar fer ég að skoða innsæið. Og ég fæ leiðsögn frá vitrara fólki en ég var. Ég fyrir að lesa rosalega mikið og það var ekki mikið til á íslensku. Hvað gerist þarna? Þú segir hafa fengið ráð, ferðu í einhverju svona, þú veist, meðferð eða viðtal hjá sálfræðingi eða eitthvað svoleiðis eða hvernig? Nei, ég fór ekki til sálfræðings og ég sem sagt sko til að ná mig líkamlega aftur og fór ég í sjúkuþjálfun og svo fór ég í svæðanutt og svo fór ég bara að kynnast alls konar fólki og ég kynnist konur sem er heilari og hún láti núna en hún snerti mig alveg virkilega. Hún svona hjálpaði mér að tengja við innsæi mitt og það var ótrúlega dýrmætt, þú veist, og það fylgir mann alla ævi. Hvað gerist í svoleiðis? Hvernig er svoleiðis reynst? Tilfinningin er svo að þú allt í einu kemur aftur í líkamaðinn, svolítið. Þú veist, þú ert ekki, hugurinn er ekki bara einhvers staðar á fleygiferð, þú býrð ekki bara í hausnum, þú ert allt í einu, það er meira svona, þú ert meira samstillt, það er bara... Það verður allt skýrar, þú veist, þú ert ekki með svona, sko lýsingin sem ég hafði fyrir hugan á mig þegar mér leið sem verst, var með leið eins og ég var með þurrt hveit í hrærivél alltaf og það var í hausinn á mér. Það bara spreyjaðist hveit út allt, fór allt, þú veist, ég bara náði ekki, ég hendi ekki reiður á neinu. Og það er rosa erfiður staður að vera á, þú sefur illa og svona, ég þurfti að læra að sofa aftur,
ég þurfti að læra að borða holt, ég þurfti að læra að beita líkamannum með öðruvísi, ég lærði hugleiðslu, núvind, ég fór alveg bara í þetta allt. Og Og þú segir það var eins og að mæta inn í þig. Já, ég kom aftur heim til mín. Koma aftur heim til þín. Já. Þannig að þú hafðir á einhvern hátt svona yfirgefið þig. Já, það var einhvern veginn svona, já, ég var algjörlega við hliðin á mér einhvern veginn, en svo ég hafi farið úr lið bara. Og það þá eins og þú finnir fyrir þér upp á nýtt með einhverjum öðrum hætti eða farir úr hausnum í einhvern veginn kjarnan eða... Já, mín lýsing bara það sem ég tengi best við að bara koma heim til sjálfur mín, það er svo að vera svona svolítið, svona bara zombie, svona gestur í einn líka með þau ekki tengt við sjálfa þig, við innsæðið þitt og tengt við sjálfa þig, og svo er innsæði leiðin til þess að tengjast inn á við aftur. Það er líka leiðin til þess að þróa sterkan inn í áttavita. Er þetta eins og svona breakthrough eða verður þetta svona umbreyting fyrir þig og bara allt í henni ertu bara komin og þá er ég komin með innsæðið eða er þetta eitthvað sem að það er lengri tíma til þess að þróast? Það tók alveg tíma að þróast og rosa mikið fram og aftur líka. Finnst þér núna vera tengt innsæðinu? Já, ég veit alveg munin á því þegar ég er algjörlega stilt inn á það og þegar ég er það ekki og það veit ég líka hvað ég þarf að gera til að stilla mig inn á það. Sko ég held að enginn okkar sé alltaf 100% stilt eða stiltur inn innsæði. Við erum svo menns, við erum svo breysk, við erum svo ófullkomna og svo æðislegt. Skilur við? En máli er, og ég held að enginn búti sé það heldur, sko. Ég held að bara mannvera er breysk, ófullkomin og þegar við missum tengslinn þá þurfum við að, þá er svo gott að vera búin að kortleggja sig til þess að skilja hvað ég þarf að gera til að koma aftur. Skilur við? Og og það er alltaf lagi að vera ekki alltaf alveg bara eins og jóki, sko. Það er bara fínasta lagi. En það er mjög mikilvægt upp á sjálf okkur og leið okkur í lífinu og bara það geta vakna tiltölulega glöð á morgnana og fyllt okkar erindi og fundi í farveg eða bara sinnt vinnun og fólkin okkar. Þá skiptir þessu miklu máli að finna það í kroppnum þegar við erum orðin, hvort sem er heilina restin líkamannum, þegar við erum orðin aftengt og vita svo hvernig við erum að koma aftur til sjálfur okkar, hvernig við getum tengt aftur við okkur. Ég finn það í líkamannum, ég finn það í haustnum. Er það á ákveðnu staði í líkamannum sem þú finnur innsæð? Ég veit að þú tala um gut feeling. Já, sko ég fæ oft nút í magan. Ef eitthvað er bæði, ef eitthvað er rangt og líka ef ég er tilbúin í eitthvað. Og þá þarf ég að vita munina því. Ef ég er farin að vera of mikið í hausnum, þá fæ ég í dag bara bókstaflega svona hausverk sem í hjálm. Mér líður sem ég óslega þungan hjálm, ég bara, kemur þetta. Þá þarf ég bara að hætta að hugsa, að ég elska að hugsa, ég er nörd, ég elska að skrifa og hugsa og tengja og þá þarf ég að gera eitthvað annað og það er miklu meira gaman upp í hausnum. Það er partí í hausnum. Það er alltaf partí í hausnum, sko, en hitt er þægilega að vera hérna með þessa tengingu við innsæði, sko. En út af því að tíminn okkar er að klárast og mér langar svo aðeins að ná utanum þetta ferðalag þitt. Hver er munurinn á lífið þínu í dag og þarna þegar þú ert ekki heima? Hvernig líf þú bara segir svona rétt aðeins hvernig svona góðu dagur væri lífið inn í dag? Sko, ég næ að lifa miklu betur með hugrekkinu mínu. Ég er ekki mjög upptekin að því hvað er hugsa mig, hvað erum finnst. Ég er bara, í gegnum þetta ferðalag þá hef ég náð að lifa meira í takt við sjálfa mig. Það er rosalega góð tilfinning, þú veist. Ég er ekki alltaf að kíkja klukkunum býð eftir að vinnudagurinn er búinn, af því að ég er að lifa það sem að mér vil skipta máli. Eitt dæmi eitthvað þar sem að innsæði gjörbreytti aðstæðum þínum á einhvern hátt, þar sem eitthvað kom upp í höndundan að þér út af því að þú treystir á innsæðið. Það er nú örugglega bara mjög margt, sko. Ég myndi segja, þú veist, að vegferðin mín í dag byrjaði þegar mér leið alls ekki vel og það komið til mín bara einhvern veginn, þú veist, ég rakst á orð, bækur, skapaði tengingar sem að tengjast innsæðina og sem ég hef endlega verið að nota það orð á þeim tíma, skilur ég. Og það kom til mín efni við og fólk sem að, þú veist, ég líti baka og þetta er allt bara eitthvað svona sem er grunnurinn af því sem ég er að gera í dag en á þeim tíma var ég eina vinnan sem að, sko,
verkefni sem ég hafði var að tengjast sjálfur mér, þá komið til mér svona hlutur, mér fannst þér ekkert make neitt sense endilega þá, en eru í dag algjörlega grunnurinn að þeirri vegferð sem að ég hef svo, þú veist, þegar ég er 20 eitthvað ára gömul, áður en ég var 30, þú veist, áður en ég 30 er ég búin að segja upp draumastárunum mínu og breyta öllu og síðan þá er viðmiðið mitt alltaf fyrir öll störf, öll tækifæri þegar kemur, þú veist, að einhverju faglegu eða eitthvað slíku. Ég máta það alltaf við innsæið og það er tilfinning og ég þarf ofta að sofa því til að vita hvort eitthvað er rétt eða rangt. Já. Og það er ekki, ég reyni að sneiða fram hjá hégóma. Þú veist, ég reyni að sneiða fram hjá mig vantar fleiri skraut í barminn. Já. Og það er kannski að því ég fekk skraut í barminn svo ung. Ég veit það ekki, þú veist, það er kannski auðveldra fyrir, ég veit það ekki, þú veist, ég veit ekki hvernig fólk upplifar þegar maður segir svona. En áttu auðveldara með tengsl við til dæmis börnin og já, þetta er mjög góð spurning. Já, ég á miklu auðveldara með tengsl og ég er miklu opnari heldur en ég var. Og ég held að ég hafi sem lítið stelpa verið opin og svo lokaðist ég tíma og ég held að þegar maður lokast tíma þá veit maður ekki að maður sé búin að lokast. Skilurðu? Þannig að tengja sjálfur mér svona djúpt í mestu auðmýkt á hnjánum í lífinu að það kemur inn að minni kviku líka. Þannig að ég tengist fólki allt öðruvísi dag og ég bara ábyggilega byggja upp öðruvísi tengsl, skilurðu. Ég mæti fólki stundum kannski ekki alltaf öðruvísi en líka bara miklu dýpra og einlægar og frá öðrum stað einhvern veginn. Þannig að það eru marga gjafir sem koma með þessu innsæi að vera tengdur sjálfum sér. Já, það eru rosa marga gjafir. Ég hugsa, þú veist, að ef ég hugsa bara lífið manns, þú veist, hvernig maður vill vera með fólkinu manns og hvernig manneskja maður vill vera, að ég hugsa að ég myndi allavega vilja ljúka lífinu þannig ég verið tengt við innsæði. Já. Ég held að það sé bara mitt markmið. Viltu það segja okkur bara örstuð hérna í lokin, þú ert að halda námskeið hérna á Íslandi og ert að halda fyrirlestra og hérna, já, ert með mjög áhugavert efni sem að kannski fólk vil kynna sér. Ertu með heimasíðu eða hvernig fær fólk upplýsingar? Akkurat, ég er með heimasíðu sem er hrundgunstisdóttir.com. Svo er ég líka á Instagram og Facebook og LinkedIn fyrir það sem eru þar. Og ég er með fréttabrif líka sem er á Substack. Já. Þannig að fólk allt eftir að finna á síðunni. Já, googla bara Hrund Gunnsteinsdóttir. Og endilega senda mig línu ef eitthvað er. Frábært, takk fyrir þetta og ég óska öllum þess að fá tengingu við innsæi sitt og við sjáumst bara fljótlega aftur. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað til borðs hef ég fengið helstu pop sérfræðinga landsins Helgu Þóreyju og Arnar Eggert. Verið velkomin. Jú, takk. Ég fekk ykkur hérna sérstaklega til þess að ræða Justin Bieber á Coachella og hérna ég er búin að vera með þráhyggju fyrir þessu tiltekna atriði þar sem að Justin Bieber tók ný lög í bland við gömul sem hann á ekkert svo mikið í lengur. Akkurat. Hann fann út úr því með því að vera með svona YouTube set einhvern veginn. Hann satt með tölvunni sína bara á sviðinu, spilaði af YouTube svona fyrir aftan sig
og sumir vildu meina það að þetta væri ógeðslega lazy, þetta væri bara, þú veist, það væri bara latur, þetta væri svona, þetta væri gott dæmi það hvernig karlar þurfa einhvern veginn að gera og leggja minna á sig heldur konur af því að Sabrina Carpenter sem kemur á eftir honum einhvern veginn með sko eitt rosalegsta sjóf ever, Madonnu og eitthvað svona, þú veist, alls konar. Hann komst upp með þetta engu að síður og ég persónulega elskaði það. Ertu ekki líka af Justin Bieber kynnslóðinni? Já, aðeins og gömul, sko. Já, mér finnst svona konur sem eru svona 10 árum yngri en ég, þær voru fullorðnar, eða svona, þær eru... Já, ég er aðeins og ung, sko, en þú veist, en ég man... Ég er alltaf ung? Nei, aðeins og gömul, já, ég er aðeins og ung. En hérna, litla systir mín hins vegar, sem einmitt, hún er 8 árum yngri en ég, hún var svolítið inn í Bieber. Ég man eftir Bieber þannig, einmitt, þegar hann var svona rísandi stjarna á YouTube. Já. En ég veit að Helga Þórey, þú hefur fylgst mikið með umræðinni kringu þetta. Já, mér er bara svo gaman að skoða menningarýni og hvað fólk er að segja og og mér er svo geggjað sko því fyrst kemur bara konar myndi nú aldrei komast upp með þetta. Akkurat. Og það voru svona fyrstu hugundegin viðbröð og svo allt í henni kom bara svona reiðir fyrir Justin Bieber aðdáendur og svona menningarýnar á TikTok og Instagram að tala já, og bara, þú veist, þetta er bara marglaga í raun og það er til dæmis að hann er búinn að afsala sér höfundarétti eða seldi frá sér katalógin sinn af því að hann var næstu í farin á hausinn og þannig að þetta er svona leið fyrir hann til þess að spila katalógin án þess að þurfa að takast á við höfundaréttarmál og það er eitt, en svo er það líka bara þetta að Justin Bieber... Þetta var alls ekki lazy, úthugsað. Þetta var allt úthugsað og og svo var hann þarna með tölvuna og þetta leit út eins og hann væri að taka óskalið úr sal bara á Coachella en hann var náttúrulega ekki að því og þetta var auðvitað bara skipulagt og en það sem hann var að gera er að hann er að spila gömul YouTube að sjálfum sér og hann er alltaf svona einn af þessum fyrstu sem verður virkilega frægur. YouTube gerir hann frægur, það er plattformið hans og hann er einhvern veginn í einhverju svona uppgjöri við sitt Þetta er svona komment á það. Já, og þetta er bara, hann er að syngja, hann sko að ratta við sjálfan sér, hann er að syngja í röddun með sjálfum sér sem barni. Litla Bieber. Litla Bieber, sem er ótrúlega krútlegt. En svo er líka, er Justin Bieber bara með þessa sögu sem að barnastjörnir eru með og sem að mér er bara ofsalega áhugavert og líka kannski bara í samhengi við að vera hér á samstöðinni og það er þetta bara ábyrgð okkar allra og hvernig samsekt okkar allra þegar kemur að ég að gera börn fræg og að við tökum þátt í þessu og systkin okkar, börn okkar eða eitthvað svoleiðis að bara, þú veist, ég fór með son minn á Justin Bieber þegar hann kom í kórinn 2016 og sá þar einmitt bara rosalega ungan strák algjörlega uppgefin á því að vera strengjabrúða fyrir einhverja ríka kalla og bara neldi það algjörlega þá og þannig að það var svona þú veist, þannig að það er svona smá gagnrýni spróttur sem hefur fylgt Bieber bara núna kannski í 10 ár og hann, við vitum líka hann sko bara sem flutt hann og bjó hjá Össur og Diddy, þú veist, það er einhver saga, það er eitthvað og hann segir ég vil ekki aðrir þurfa að gangi í gegnum það sama og ég hef gengið í gegnum og er einmitt svona sérstakur vendari Billie Eilish og mikill vinur hennar og þannig að það er, þú veist, það er eitthvað þarna og okkur kemur náttúrulega ekkert við hvað kom fyrir hann og það er auðvitað bara partur af því að barnastjörnur fá að lifa í friði og okkur kemur það ekki raskat við en það er eitthvað þarna og hans aðdáendur vita það auðvitað og þess vegna er svo fallegt að sjá alltaf þessu svona gömlu aðdáendur einhverja svona konur sem er að komast með hann aldrei vera bara nei, þetta er bara ofsalega fallegt sem Justin Bieber var að gera Einmitt, og hægt er að harmonisera með barnir í sjálfum sér einhvern veginn svona á sviði fyrir framannu 100.000 þannig er hann bara healing his inner child Já, þetta var bara inner child work eða þetta ekki lítur út þessu inner child work og þetta sem er líka bara ótrúlega flott að því að sko svona, hvað sem er svona self-care og þessi svona þetta fari uppgjörgja hvert sjálfum sér, það er bara ótrúlega mikið í tísku og er einhvern veginn bara partur af sætgæstunni í dag, ertu ekki að vinna í sjálfum þér, skilur og reyna einhvern veginn að vera í einhverju svona heilbrigðu sambandi við sjálfum sér sem barn og já.
þroska. Ég held einmitt sko, ég reyna að setja niður sko dætur mínar sem eru 20 núna, þær voru mjög hrifnar. Þá var bara þessi jóladiskur komin út. Hvenær var það? 2000 og, ég manna það ekki, 4. Eitthvað snemma, allavega, já. Og það eina sem við gátum unnið með var Under the Mistletoe eða hvað það var sko. Þær voru mjög hrifnar. Er það platan hann það sem hann með Mariah Carey og þú veist, svolítið svona sexualized sem svona lítill drengur? Þetta var bara, þannig svona silfurlitaður geisladiskur, var bara einhver 5, 6 eða 7 lög sko og þetta var jólaplata og það var bara komið eitthvað EP og smáskifur og svona, fólk var alltaf að bíða eftir stóru plötunni. Man ég man ekki nákvæmlega hvað árið þetta voru, en mér finnst mjög gott þessi umræða og frábært þegar við getum farið að stilla þessu upp við hliðin á því sem Carpenter gerði að ég held að sé miklu það er of einfalt að ágreita sem einhverju að liti og Lazy ég sammálaður Helga, þetta er svo mikið í þessu sem var ég, þú veist, ég var að skoða þetta það er, þú veist, hvað kallar Hollywood og afþreyingar Lazy, það er fullt að gerast á sviðinu það er sviðs set up og ég veit ekki hvað sko en fólk, ég held að fólk vilji dálítið þegar hann hafi mætt á sviðið out of it skilur og ekki nefnt þessu og verið að hlaða í eitthvað og síðan eitt útilagar ekki annað kannski rann hann út á tíma og ætlaði að gera eitthvað annað við vitum það ekki Ég veit ekki, mér finnst það sko hann bara virkaði, það sem ég horfði á bara virkaði bara mjög skýr og var bara í góðum stað og bara vissi bara hálf hvað hann var að gera og var bara í mjög svona heilbrigðu sambandi. Sko þegar ég horfði þetta fyrst þá hugsaði ég, ok, þú veist það hefur eitthvað komið fyrir það er einhver ástæði fyrir því að hann að gera þetta svona, ég meina þú veist hann einmitt hefur runnið út á tíma með eitthvað því að þú veist það konfetti í bomban hefur sprungið baksviðs eða eitthvað það var eitthvað sem að klikkaði og þess vegna stendur en eftir því sem ég svona fylgdist aðeins meira með honum og fór aðeins að pæla las aðeins einmitt í svona menningarínu og gagnrýni á netinu þá fór ég að hugsa einmitt þú veist hversu útpælt þetta var og sem performance hvernig þú veist honum tókst einhvern veginn að færa sko performancein aftur í hendurnar á aðdáðundu sínum, þú veist, í staðin fyrir að vera með þú veist, allt sjófið, þá var þetta svona eins og persónulegt. Sko. Líka þetta var ekki sýning, þetta var list og það fær maður bara einhvern veginn allt aðra tilfinningu og það var líka svo áhugavert að því að ég er löngu hægt að fylgjast með einhverju svona svo Coachella því mér finnst þetta bara svo astnalegt. Það er bara fullt af fólki sem er að horfa á einhverja, kannski oft rosa flotta listamenn og þau eru bara með síman og lofti og er einhvern veginn ekki þú veist, þau eru bara með selfie cam og lofti að þú veist að Coachella náttúrulega snýst náttúrulega bara sko áhrifavaldana og outfitin. Það er enginn að horfa upp og sér þetta. Nei, það er allir, þú veist, það er alveg svona fárlegt og ég meina Coachella, það er ekki mikið eftir að þeirra hátíð í þessari exakt mynd. Bara hún lifir meðan þessi kultúr lifir. Og annarkvart þarf hún að breytast eða hún deyr. En það er þetta bara einhvern veginn að þess að þegar Madonna kemur sem gestur hjá Sabrina Carpenter og allir bara Madonna er ekki stíð og svið í næstu 10 ár og syngur hérna Like a Prayer og bara ógeðslega flott, bara legend okkar hún er bara lifandi góðsögn og þá eru bara allir með síman að taka vídeo af skjánum fyrir framann sig, þú veist, þau eru ekki einu sinni verið að taka mynd af þeim saman og þú veist, þetta er svolítið svona þú veist, þetta er svona annar vingill á Coachella og líka bara á menningun í dag og ég var að lesa einhverja grein á Substack um þetta að fólk getur ekki skemmt sér á sko jamminu eða klúbbum eða í dansi af því að þetta er svona, við erum náttúrulega á þessari 90s kynnslu eða þú veist og við ólumst upp og ég fór út að dansa rosa mikið og fór að klúbba og fór til New York og bjóð þar og að því mér langaði svo að vera hluti af einhverju svona, þetta var svo skemmtilegt. En við þurftum aldrei að hugsa það að það væri verið að taka vídeo á okkur og þetta einhvern veginn að þú getur orðið content hjá einhverjum og þú sérst í stöðugur að hættu á að vera content og það er kannski líka eitthvað sem að þú veist, má alveg skoða svolítið og í sambandi við þessi festival og svo kom einhver önnur klippa af einmitt Madonnu sem tónleikagesti og hún var að dansa við á tónleikum hjá einhverjum öðrum og þá voru allir bara að taka vídeo af henni. Af því hún var eina sem var að actual dansa og hún var að dansa, skemmta sér. Hún var ekki með síma. Og það var einmitt contentið svo fyrir einhvern veginn. Þannig að þetta er orðið svona skrítin hringur og mér finnst einhvern veginn Justin Bieber, þú veist, hann nær einhvern veginn svolítið að
svona slá síman úr höndunum á fólki. Og mér finnst, í alvörunni tala, þá finnst mér ótrúlegt að við sitjum mynda 3 og við erum að ræða Justin Bieber. Vegna þess að ég hef aldrei gefið honum neitt sérstakann gaum. Hann er bara, þú veist, eitthvað svona popprins, eins og segja, þú veist, ég var aðeins og gömul til þess að einhvern veginn svona rífast með. Ég man eftir að systir mín kannski, þú veist, hlustaði okkur lög. Ég man svo eftir, eða þú veist, og svo dóttir mín. Já, ég náttúrulega datt inn í Justin Bieber eiginlega þegar að hann kemur hinga á tónleika því að ég fór með syni minn, þannig ég hlustaði á þessa plötu sem að Sorry var á og hún var bara drullu góð, það var bara ógeðslega flott pop og einmitt á þeim tónleikum, varst þú þarna, eða voru þið þarna? Ég var þarna. Og ég man hann var í sko Fear of the Black Planet ból og já, ég veit það, ég bara elsku kallinn og svo hann bara eitthvað hoppandi að syngja Baby Baby og ég vorkenndi hann svo ógeðslega mikið, hann bara eitthvað tvítugur og bara einhvern veginn, eða eitthvað svona tvítug og og líka við erum búin að sjá þetta, við erum búin að sjá Britney Spears, við erum búin að sjá Michael Jackson, þú veist, við þekkjum sögu, þannig þetta er bara algjörlega greift í menninguna, þetta minni barnastjörnuna sem verður stór og hann einhvern veginn hann í Fear of the Black Planet ból og svo hann ofta snýr hann baki í fólk til að sína Public Enemy, Fight the Power, eitthvað svona, að sína bólinn sinn og einhvern veginn að reyna að segja eitthvað upp á sviði sem hann hefur enga rödd. Það er bara, og kannski bara því að þarna var ég náttúrulega bara búin að vera á kafi í einhverju námi og svona, þannig að þetta var bara rosalega djúpt fyrir mig. En ég var bara, vá, þessi strákur er bara mális upp á sviði. Upp á stærsta sviðinu svo getur fengið. Hann getur ekki tjáð það sem hann vil. Akkurat. Þannig að auðvitað það mega fullkomi sens að hann fari í ykkur svona postmodernískan gjörning eins og þetta á Coachella. Ég sé það líka eins og ég sé það ekki með dætur mínar að þar Bieber með mjög svona stöðu, þú veist eins og við erum með eitthvað tónlistarfólk í okkur sem bara svona undisputed king, sko, bara svona hrein aðdáun einhvern veginn og en mér finnst mjög áhugavert, ég ætla að henda þessu út árin gleymið því, mér er svo áhugavert það sem var nefnt að bera saman þetta tvennt og ég held að sé alveg rétt að ég ætla alltaf að setja hrátt á borðið. Justin Bieber gerir eitthvað sem lítur út að vera lítið undirbúningur. Wow, þetta er þetta flott hjá hann. Carpenter gerir venjulegt flugeldasýningu. Já, við höfum séð þetta áður. Snúum þessu við. Sabrina Carpenter hefði gert svona, hvað bull er þetta? Bieber hefði gert flugeldasýningu The King has returned. Hvað segir þið þetta? Ég nefnilega ekki alveg viss sko, Justin Bieber hefur aldrei verið einhver svona sjógauð. Nei, ég að tala almennt sko. Já, þú veist, ég hugsa sko Jú, að sjálfsögðu Karlmenn og ég veit ekki, þú veist, ok, ef við myndum setja einhverja aðra stjörnu heldur en Sabrina Carpenter þarna, við myndum segja, þú veist, ef að Billie Eilish hefði gert þetta sama, eða þú veist, eitthvað svona sem að, þú veist, maður svona einhvern veginn svona sér sem einhvers konar jafningja hans, ég veit ekki, þú veist, þá kannski mér finnst Sabrina Carpenter bara, þú veist, hún er fín fyrir það sem hún er, en ég einhvern veginn, mér finnst hún ekkert rosalega mikill listamaður. Ég held að það sé kannski líka bara það að sko að einhvern veginn að leyfa sér einmitt þetta listræna frelsi og vera bara fuck you þú veist, vondu fyrirtæki sem að hafi þú veist, mergsogið mig og eru búin að stela af mér, þú veist, lífsviðurværinu, æsku minni og öllu því. Og ævistarfi. Og þú veist, og þá það einhvern veginn svolítið smart. Ég veit ekki, ég ekki viss sko. Þetta snýst náttúrulega rosa mikið samhengi og ég held líka sko að og hann myndi mér líka bara pínu á Kanye West og eins og þarna sjóið hans Kanye West það sem hann er svona ón á jörðinu og það þessi minimalismi sem þú veist, greinilega að reyna að íta sér fram sko í gegnum að því það náttúrulega mjög mikið eins og þú veist Sabrina Carpenter bara alltaf enda, hún bara þú veist, hún maximalisti, hún meir eins og Chapel Roan og eitthvað annað fólk sem að gera stór sjó og svo bara þetta mínimalískara afl, þú veist, kannski þetta bara ólíkir stílar. Það sem ég að velta fyrir mér þetta að karlmenn fá alltaf séns og konur fá aldrei séns. Já, ég sá þessa gagnrýni og ég alveg sammála að það virkar mjög oft þannig. Já. En mér fannst, sko, þegar ég las þetta, þá fannst mér það byggja á röngum lestri á Bieber. Þú veist, mér fannst það ekki byggja á réttum lestri. Já. Þannig að það eru núansar þarna. Já. Og bara, þú veist, bara lesturinn finnst mér alltaf vera en svo líka bara mjög refreshing að sjá, sko, fullorðinn kallmann standa á sviði fyrir framan mörg 100.000 manns og tala við sitt innra
barn þetta var óvænt. og einhvern veginn svona, þú veist, og vera bara svona tilfinningalega opinn. vera Já. tilfinningalegur Já. og þú veist, og eitthvað svona, þú veist, fá vinkonu sína Billie Eilish upp í lokalægið Já. sem, þú veist, The Only Girl og þú veist. Það var líka annað út af því að, ég veit ekki, hafið séð heimildamyndina hennar Billie Eilish sem á Netflix? Nei. Ég horfði bara á hana, vinkonu mín mælti með henni og hún ótrúlega sæt og það sem með Billie Eilish að hún var algjör Justin Bieber aðdáandi og það eru til svona klippur af henni á netinu þar sem hún var bara 10 ára bara, og það verður svo hræðilegt í eignast einhvern tímann kærasta út af því ég mun alltaf elska Justin Bieber meira og eitthvað svona og hún einhvern veginn svo ótrúlega sæt og bara mikið barn og bara einhver svona dúllast sem verður svo bara þessi barnastjarna sem að hann og verður svo fræg sjálf og svo svona það tilvíka vídeo þegar þau hittast í fyrsta skipti og margar klippur til af henni sem áður en að hún kynnist honum þar sem hún að tala bara ég veit nákvæmlega hvernig hann lítur út og alla svipina og svo fyrir hún að tala þegar hún hittir hann í fyrsta skipti og bara hvað hún dyrkar hann og þú veist hún einhvern veginn þannig að við og þetta svona parasocial mér finnst þetta líka svo áhugavert parasocial samböndin sem við eigum að það einhver svona stelpa inn í mér sem sá Madonna þegar ég var 10 ára og sá ég hann að Live Aid og gæðislega flott eða dýrkaði dansadriðun og flassdans eða eitthvað og þessi stelpa inn í mér fattar hvað Billie Eilish að gangi gegnum gagvart Justin Bieber skilur þannig að við förum öll í einhvers konar parasocial sambönd og getum gert þetta ef við kærum okkur gagvart hinn og þessu og þarna þú veist einhvers, og þess vegna kallar hann upp á svið þá það einhver svona, það verður svona full circle moment sko. Ég að fá slatta einmitt af ritgerðum parasocial sambönd sko. Einhliða sambönd, það svona verið að koma dálítið mikið af því og ég fekk einhvern tímann fyrir löngu síðan fekk ég eina ritgerð þar sem Coachella hátíðin var einmitt kölluð Instagram hátíðin minni mig þar sem þetta svona þetta svolítið plast sko. Er það ekki rétt? Ég hef aldrei farið sko. Jú, það ekki Ég verið á þessu svæði svona svipum tíma en, þú veist, og þannig að ég var svona aðeins vör við bara fólkið sem streymdi þangað fór ekki á hátíðina sjálfa en það var einmitt þessi tilfinning sko. Þessi hátíðsamt sem að þú veist, ég meina þegar hún byrjar þá fólk bara í, þú veist, stubbusum og hlýrabólum og þú veist, og það bara í Kaliforníu sólinni einhvern veginn að njóta þess sem að á sviðinu, sko, dansa og það rosa mikið fjör, ég menn, þetta kannski 98 eða eitthvað, þú veist tónlistarhátíð í gangi í gangi, en það sem að gerist sko, þú veist, þetta í kringum 2008, þá byrjar þetta að breytast og þá allt í nú verður til hún næsti á hausinn og svo kom einhverju fjárfestar komu og áhrifavaldarnir, sko, og Kardashians og Jenner systurnar létu sjá sig og það sem líka mjög merkilegt með, sko, þú veist, Coachella fashion það er bara thing og það sem bara, þú veist, það eru bara til sko línur í einhverju svona fast fashion búðum sem heita bara Coachella af því að þær eru bara samkvæmt einhverju svona sniði, þú veist, það eru frinds eða svona kögur það er einhverju svona crop tops einhverjir, þú veist, og svo það líka sko svona indverst þú veist, eins og lokkar í nefið, bindi, hvað heitir þetta og þú veist, einhverju svona demantur á enninu og þar framöndu göttur þannig að það sko, þú veist, þannig að þeir einhvern veginn svona það túrkisteinar einmitt og það, þú veist, það eru svona indigenous, indversk þú veist, austurlensk áhrif einhvern veginn í tískunni svona sumarfrísfagurfræði þetta er rosalega ég held ég sé að halda fræðinum þetta er eitthvað svona, þetta er skrítið sko. og hún er einhvern veginn orðin að skrimsli þessi hátíð og hún er einhvern veginn hægt að snúast sko, innihaldið og fólki á sviðinu og ég held að þessuna sé líka bara, þú veist, Bieber hafi verið bara svona refreshing að því að hann sagði þeim einmitt, hann sendiði fingurinn og hann sagði bara, þú veist, hvort þið ekki til þess að horfa á okkar sjóf fyrir bara á YouTube hann var með því að þetta var eitthvað svona kjallaragigg sko. Já, þetta var sko nema auðvitað hefði þetta aldrei verið almennilega útfært nema þetta hefði verið skipulagt vel. Hann gerði þetta sjálfur. Hann samdi sjálfur án umboðsmanns við Coachella
Já, en ég meina bara að setja þetta upp og þú veist, og varpa skjánum og allt þetta. En það líka merkilegt og það kannski líka merkilegt bara svona í víðræðasamhengi að þú veist, hérna erum við með þessa popstjörnu sem hefur brent sig illa og samstarfi við, sko, hérna, plöturísana. Scooter Braun. Já, hann hefur verið með vonda umboðsmenn. Hann alltaf í einu farin að semja að headlina Coachella, hann gerir það sjálfur millilegalaust, bara maður við mann. Hann fær, þú veist, hann eitthvað svona, ég meina, þú veist, 7 figures, þetta eru, þú veist, eitthvað 100 miljóna. Hérna... $10 million. Einmitt, þetta eru, þú veist hvað, 250 milljónir eða eitthvað sem hann fær fyrir þetta gig. Og þetta semur hann sjálfur, þannig að, og þú veist, þetta líka svona, mér finnst smá, eins og hans listamæður, sé að taka svolítið eitthvað svona power tilbaka. Þú veist, hann svolítið svona, er það ekki saman að mér? Nei, bara minnst áhugaverð, skilurðu, og þú veist, þá fyrir ég að hugsa það sem Arnar var að segja og þú veist, það sem búið að koma mjög mikið upp þetta með, þú veist, kemist konur upp með það sama, þú veist, kemist Beyoncé upp með það sama, eða eitthvað svo reis, en hún náttúrulega gerur út á að vera að dansa, hann gerir ekkert út á það og hefur aldrei gert, ekki síðan hann var krakki. Kemist Björk upp með það? Já, ég held að. Já, þetta allt hérna góða spurningar. Mér finnst mjög gott þetta, já, Take the Power Back og bara More Power to Him og allt þetta, allt vel spilað, sko. Kemist Björk upp með þetta, það með þessa stærð, sko, að þú veist, hún með svona Max show, en ég man eftir geðveiku giggi hjá henni í Langholtskirkju, svona intimate dæmi. Já, ég held að hún kemist upp með þetta. Hún kemist eiginlega svona upp með flest. Já, þú veist, orðin svona, þú veist, Justin Bieber, Björk, hérna, Kanye, eitthvað svona huge dæmi þar sem þú eiginlega vilt að það sé gert, hérna, Beatlandir, svo ég sé alvöru kall, miðaldra kall, þú veist, hérna, White Album coverið, þú veist, það bara gjöru svo vel. Þetta hefur aldrei verið gert áður, en þú þarft að vera alveg sky high til að komast upp með þannig hluti. En svo þarftu líka, sko, það sem hann kannski líka flott hjá honum, hann næra að syngja þetta vel. Og þú þarft að, sko, ef þú ætlar að púla minimalisma, ég er ekkit viss að Madonna gæti þetta. Bara því hún er ekki nógu sterk söngkona. En hérna, þú veist, hún er alveg fín, en hún er ekki svona. Og þú veist, þetta er ekki fyrir hvaða listamann sem er að strípa þessu svona niður. En þetta er líka, það sem ég finnst kannski skemmtilegast við þetta er að þetta er eitthvað svona sem gleður aðdáendur alveg ofsalega mikið og við höfum öll lent í því að fara á tónleika með einhverjum artista sem okkur finnst frábær og við þurfum að hlusta á einhverja leiðilegu nýju plötuna þeirra þegar við viljum bara fá að heyra lögin sem við dyrkum þegar við vorum 17. Hann spilaði nýju plötuna sína, þú veist. Og hann er vinsæll tónlistarmaður í dag, en þið veitir hvað þú veist, og þetta er svolítið svona, þetta er svona giving back moment, þú veist, hann er að gefa tilbaka og hann er að sýna ákveðið þakklæti af því að þóttan, eins og þið veitir alveg hvernig ég vil aldrei eftir spila Material Girl eða eitthvað sem hefur Madonna sagt og ég man þú veist, ég meina, hérna Thom York og vill aldrei aftur spila hérna, þú veist, Creep og Karma Police eða eitthvað svona. Bob Dylan kom þetta verið 20 árum ára, alltaf vitlaust af því hann kom með hljómborð og hann spilaði lögin sín og það gæti enginn sungið með. Og þetta er einmitt, ég er mjög áhersamur þetta, hvað ég var að kalla þetta, ábyrgð listamannsins, gagnvart sínu fólki. Aðdáendum sínu. Já, þegar Cock Robin komið hérna og það spiluði vist allan sinn katalóg, öll þessi vinsalu í einhverjum flippuðum jazz fusion útgáfum. Auðvitað verður allt vitlaust. Þetta er ekki það sem ég borgaði fyrir. Já, þetta er ekki það sem ég borgaði. Og líka, sko, og hvað þá þegar þau bara neita að spila stóran part af katalógnum. Þetta er mjög áhugavert. Og hérna, já, en líka út af því að og þú veist að það og ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta. Það hefur oft verið. Ég veit, eitthvað svona eins og neytendavend. Hugsa mig út fyrir því. En það hefur oft verið fyndið í gangi á milli aðdáenda og þetta er eins og þegar Metallica, bara alienituð aðdáendur sína með Napster, það verið allir brjálar út í Metallica og líka aðdáendur þeirra. Með Lou Reed líka. Já, en síðan kemur einhver eins og Pearl Jam og Ticketmaster og það var fór miklu betur niður og þeir eignist svolítið stærra core following. Þannig að þú veist, það eru, og líka eins og þetta með dynamic pricing, þar sem að fólk er bara að verða reitt við og fólk er reitt við uppáhaldsljómsveitarna sína
út af því að það þarf að borga 250 pund fyrir tónleika, skiljið. En mér finnst mjög mikilvægt að séum hérna, ég er svo ánægð með þetta spjalla við sem að orðið list og listamaður heyrist mjög mikið hérna og ég er mjög ánægð með það því að við erum í þrotlausri baráttu fyrir að hérna pop og allt þetta sé samþykkt sem sko að minnstakosti alvörumál og marglagamál og núna erum við komin inn á mjög skemmtilegan hérna vingil eða sem sagt ekki einu svona vingil, hérna svona staðurinn sem fylgir poptónlist, að þetta líka einhver framleiðsluvara, þjónusta, gefa, þú veist, og þetta gefa fólkina sem vil, sem alltaf svona, hvað, ég listamaður, ég ætla ekki, en þú veist, ég skil það, sko, ég skil að vera bara eitthvað, ég nenni ekki að spila þetta, ég listamaðurinn, þið fáu bara það sem þið fáið, en ég skil svo líka, þú veist, áhorfundur í salnum sem bara eitthvað, hei, ætlaðir ekki að taka hérna, þú veist, uppáhaldslæðið mitt. Þú veist, þetta er svona, þú veist, það er mjög áhugavert, sko, að því að ég veit ekki alveg, þú veist, hvort er rétt í þessu? Kannski er bara allt rétt. Og ég meina... Það er líka þróast þegar við ákvaðum allt í einu, mannkynið, að hérna festa flutning á plötu. Þannig að þú hlustar á, hérna, Blond on Blond með Dylan, venslögunum nákvæmlega þannig að við viljum, sem er svo merkilegt þegar við förum á tónleika, þá viljum við heyra þessi lög nokkurn veginn eins og á plötunni. Það má alveg smá. Já, smá, en ekki of mikið. Smá, en þú veist ekkert frá risafrávik. Það má vera remix. Já, af því að þú ert að leita eftir hérna sem er hughrifun og fær heima hjá þess. Og nú kemur kórusinn. En þetta er nefnilega, það er áhugavert þá, þú veist, hvernig við neytum tónlistar og ég líka bara, þú veist, hvað eru þá tónleikar? Já, einmitt. Hvað eru við að gera? Og svo er líka bara hlutir eins og bara sem ég hugsa, þú veist, að okkur finnst öllum ömulegt þegar er leiðilegt í vinnunni og hvernig finnst Bob Dylan að spila sama lagið í, þú veist, 50 og eitthvað ár. Ég menna, þú veist, það er einhver tegund af leiðilegt sem að við getum ekki einu sem byrja að skilja, sko, þannig að ég myndi taka þetta viðtal aftur og þú veist, við værum hérna þetta er bara betra viðtal. Og þú veist, og ég meina áhorfundur samstöðurinnar væri bara eitthvað, herðu, þú veist, María-Lilja, þú veist, þú ert eitthvað hérna bregð út af vanunum, þú glemtir að spyrja. Þetta er mjög merkilegt, þetta er svo tónleikaferðalög, þess að þú ert í 2 ára að spila sömu lögin aftur og aftur. Rosalegt. En það sjáum, þú veist, og við vitum að artistar breyta og þróast á leiðinni í svona tónleikaferðalög. En svo er líka sko þetta, og bara þetta samband við aðdáendur og hvernig það einhvern veginn virkar og að við vorum að tala um Madonna áður, núna er hún að fara að gefa út sko Confessions 2 í sumar, sem er framhald af plötu sem hún gaf út árið 2005 og hérna og það er eins og síðast fór hún á svona celebration tour, þannig að hún ætlaði bara ákvað bara að spila öll vinsælustu lögin sín og túraði það prógram, þannig að þú veist hún er kannski líka bara, hún er alltaf bara komin á ákveðin aldur og þá kannski er hún meira að vinna sem eigin tribute artisti eða skiljiði. En þú veist, þetta er líka svona, þetta er viðurkenning á þessu gagnkvæma sambandi að hérna, að bara já, þetta er fyrir ykkur og hérna, og gefa aðdáendum eitthvað, hérna, gefa þeim smá kjöt. Þú getur ekki borðað kökuna og áttana, sko. Þú getur ekki eins og suma hljómsveitir, sérstaklega þessar stærstu, Taylor Swift, Metallica og allt þetta, að tala alltaf með eitthvað, The Family og eitthvað svona, og mér þykir svo vænt ykkur, það er svo gaman að hitta ykkur, hérna, þetta er nú bara ein stór fjölskylda, og gefa þeim síðan fingurinn, sko. Það einhvern veginn virkar það ekki. Nei, það er nefnilega, en ég, sko, að því ég hef aldrei séð það gert, en til dæmis bara að svona gefa út settlista fyrir tónleika. Þú veist, það væri kannski bara svona ágætis neytendavend í því. Það er engin reiður. Það eru settlistar. Já, það eru settlistar, en þeir eru kannski svona túrasettlistar. Ég er að meina, þú veist... Þú getur séð á Wikipedia, bara oft þegar túr er í gangi. Já, en það er það sem ég segja. Þú veist, ég meina, það má alveg, þú veist, lögum er skipt út líka bara at the moment. Þú veist, þegar áðurinn fara svið, þá segir hérna söngvarinn, hann segir bara, veistu, þú veist, ég með smá hálsbólgu, ég get ekki tekið þetta lag. Getum við tekið þetta þarna í staðinn og þú veist, það eru nokkur svona, þú veist, svona floating þarna, þú veist, sem allir kunna og eru æfð, þú veist, en hérna, ef þetta væri bara, herðu, þú veist, ég veit ekki, ef maður er svona viðkominn fyrir því að hérna listamaðurinn sem maður dáir, einhvern veginn bregði út af vananum og gera eitthvað listrænt, þú veist, Guð forði því að hérna, að þá einhvern veginn, þú veist, ég hugsa, já, það var svona ágætis neytendavendi í því að vita bara nákvæmlega hvaða lög þú ert að kaupa þinn á. Þetta er líka svona core humanity dæmi að við erum svona dýrvanan, sko. Við lesum krimma, við horfum á gamanþætti, við viljum bara hafa þetta allt eins. Þannig séð. Já. Ég er bara að spinna hérna.
Ég les ekki krimma, bara talaði fyrir sjálfa þig. Og ég geri það ekki heldur, sko. Les kannski bara engin krimma við þetta borð. Nei. Engin Arnaldur á Tenerife, eða hvað þetta heitir. Aldrei komið til tenni. Nei, ekki heldur. Og ég ætla aldrei að fara Já, ég var reyndar komið til þinni. Það var æði. En hérna, já, nú getum við aðeins að svolítið pretentious núna. Hvar? Næsta mál. Næsta mál dagskrá. Það myndist að hérna ykkur á Kanye West. Getum við aðeins tala um Kanye West? Af því að, þú veist, kannski. Það er annar maður sem að, það er maður sem að þú veist, ég bara er tilbúin að, sko, deyja á hólnum við að verja Kanye West. Okay, já. Hann er frábær, hann er listamaður og hann reytist ekki á að koma fólki óvart. Þú veist, svolítið svona hérna kontroversial, hérna nokkur lög hérna sem voru útgefin hérna fyrir nýjustu plötuna hans. En hérna, þú veist, eins og til dæmis Heil Hitler sem var bannað við það og er náttúrulega ástæðan fyrir því að hann fær ekki að tróða upp á hérna, hvað, þú veist, var All Points East eða eitthvað svona sem í London. Já, er ekki þannig að hann fær ekki komið til England? Hann fær ekki komið til England, sko. Keir Starmer bara hafði milligöngu það að hérna bara revóka vísað hans, þannig að hann verður bara ekki að spila í Englandi. Akkur ekki, þú veist, maður spyrir sig. Fólk nefnilega, sko, hann er bannað í Englandi. Ég meina, er ekki hérna Tommy Robinson eða hvað hann heitir, þú veist, er hann ekki með einhverjum svona nasistagöngur í miðborg Londoni mitt sem eru bara sko, þú veist, verndaðar að lögreglunni. Þú veist, þannig að maður velta fyrir sér og þú veist. Þetta er hendistemnan. Sko, Kanye West. Maður þarf átt að segja á því. Hann er alltaf svartur og geðveikur. Hann er svartur og geðveikur og hann er sko, hann kemur, þú veist, úr eitthvað svona fáótakrar, einstæðrar móður umhverfi, Chicago. Samt sko, mammans var prófessor. Já, ég meina þið veitir það bæði að kennarar fá ekki borga shit. Já, nei, ég veit það, en hún... Við vitum allt það. En þú veist, ég meina, hann er líka bara brilliantly klár, þessi maður. Já, ég er að segja, hann ólst upp á, hann ólst upp í þannig aðstöð. Hann hefur með svona intellectual auðmagn eitthvað, sko, sem að, þú veist, er mjög augljóst þegar maður fylgist með honum. Hann hefur farið í gegnum alls konar tímabil, hann einmitt þreytist ekki á að hérna breyta sér listamæður. Ég var með svo mikla þráhyggju, ég og dóttur mín, við erum svo mikla þráhyggju fyrir Kanye West að við, hérna, byrjum að horfa aftur á Kardashians, hérna, þú veist, Keeping Up, þegar hann var í þáttunum. Og þarna, sko, byrjar hann að ræða sko, hann er að tala sionista sem að stjórna öll í Hollywood. Og hérna, einhvern veginn, svona along the way, þá byrjar hann samt að tala gyðinga. Og þar verður mix-upið og ég skal deyja þessum hól að hann er ekki gyðingahattari, hann er að tala sionisma, hann er að tala imperialisma, hann er að tala sionisma og hann er að meina, þú veist, ég meina mun eftir White Lives Matter bólunum sem að vera í brilliant, það var ógeðslega fucking fyndið. Var hann í, hversu, White Lives Matter? Já. Í hérna Black Lives Matter, þú veist, movementinu, það verður allt fucking sturlað. Já, einmitt. En þú veist, en hann var eitthvað svona, þú veist, why not both? Eða eitthvað svona, og það var ógeðslega fyndið af því að hann gerði það. Ég er ekki búin að skoða einhvern veginn þetta tímabil hans aftur sem að þurfti kannski bara að gera til þess að ég mæli með sko, hérna stúdir hann svolítið, sko. En hann var að gefa nýja plötu, Bully, sem að ég vil meina að sé bara hans besta plata. Ég sett hann á í gær eftir spjalluð þig. Já. Hún svona marraði svona, það hljómaði ágætlega. Þetta er góð plata, hún er nefnilega mjög, þú getur ekki sagt meira. Ekki sagt meira á þessari stundu. Þið hafi enga brjálaði skoðanir á Kanye West, segir? Sko, jú, hérna, auðvitað, sko, það er nú eitthvað, hérna... En er það ekki, sko, þú veist, eiginlega listamenn ekki að stuða og svona hrista upp í, þú veist, algjörlega, og þó mann til þess að ég myndi að fara tilbaka í Keeping Up with the Kardashians til þess að skilja þó betur og hvað þeir eru að koma og þú veist, þetta er svona... Við búum í þannig heim, við komumst ekki undan þessu og ég meina, maður verður var við þetta allt og mér finnst þetta, maður, þú veist, talandi sko maður að fylgjast með vegferð svona fólks sem byrjar auðvitað á einhverjum ákveðnum stað. Hann byrjar á ákveðnum stað, Justin Bieber byrjar á ákveðnum stað. Og síðan kemur að því að menn eru mættir eitthvert í risastórum stígvélum og með grímu fyrir andlitinu. Þeir voru báðir í stígvélum. Og ég veit ekki hvað, allt í þetta er fyndið, má ég tefla, það er svona, á ákveðnum tíma þarf fólk að klæða sig eins og einhverju svona vígamenn úr Star Wars eða eitthvað, sko. Þetta er svona rosa flippað, sko. En síðan bara hefur maður fylgst með þessu, þetta er svo það er svo margt grillað þarna og þið heyrið það, ég er ekkert að taka afstöðu
ég er hvorki að taka afstöðu með á móti, sko. En hann er svo mikil ádilum að sko. Þú veist, þegar hann með Kim Kardashian og hann fær Kim Kardashian til þess að vera í ykkur Balenciaga, Kanye get-upi, þú veist, á sko Met Gala, þar sem það sést ekki í hann. Fucking brilliant. Já, ég meina, og hann er bara algjör visionary, þú veist, hann er bara með að listræna sín og fylgir sér og fylgir henni og ég tók að mynda eftir að Justin Bieber var í þessum gúmmístígvélum, þetta minnum alltaf fjósastígvélum hans afa og Kanye gengur í þessu líka. Þetta eru Kanye-stígvél? Já, og ég fæ alltaf pínu svona nýjafötum keisarans af sumu sem að Kanye býr til, sérstaklega í tísku, en sko, kannski líka með Kanye, hann einhvern veginn stuðar mig ekki. Mér veist hann bara, hann er þarna en hann truflar mig ekki, þannig hvorki, já, hann er svolítið fígur og hann er eiginlega of mikið teiknimynd fyrir mig stundum til þess að, og einhvern veginn, þú veist, ég var einhvern veginn að hugsa að láta hann fara í taugarnar á mér einhvern tímann þegar hann var hjá Trump, þetta var sko fyrsta kjörtímabil Trumps, en síðan opnar hann símann sinn og gerir passvordi 00000 og þá einhvern veginn svona fer aftur niður í að verða. Ég mæli með því, sko, þú veist, ef maður vill skilja samband hans við Trump, þá þarf maður einmitt líka að horfa á gamla Keeping Up. Af því að þar er hann ekkert óbærslega hrifinn af Trump, en hann veit það samt að til þess að hjálpa Kim, sem var þá eitthvað svona að byrja með eitthvað svona foundation þar sem hún er að hjálpa föngum sem hafa setið rosalega lengi inn í fangelsi og hún þarf að fá viðtal við Trump sem neitar að hitta hana. Já, hver stígur fram og ringir í Trump og setur á sig makahatt og segir bara, hei, nennir að hitta konuna mína. Og þarna spinnur, og þú veist, og þarna byrja fjölmiðlar heilmiklega, þú veist, ábyrgð. Það er ekkert að hann sé, þú veist, ég meina, svo tekur hann ákvörðun hann í kjölfarið í ykkur geðrofi að hann ætlar að fara í forsetaframboð gegn Donald Trump og ég meina, þú veist, það gekk alveg svona ákveðið langt. Maður veit ekki alltaf, sko, hvenær hann er að vera fyndinn, hvenær hann er að vera gagnrýninn og hvenær hann er að vera geðveikur. Það er það sem gerir það svo brilljant, sko. Og hvenær hann það bara hljómar eins og allir vinir mínir. Það er svolítið þannig. En já, mér finnst, þú veist, maður áttar sig ekki einhvern veginn alltaf á honum, en það sem Kim Kardashian hefur gert í þessum prison reform, hvernig sem er á íslensku, svona fanga, já, þú veist, fólk sem hefur verið dæmt á mjög hæpnum forsendum, hún er að ná því út í fangilsi. Ég meina, það er svo flott starf, en ég meina, þetta er samt bara ein manneskja og miklu starra vandamáli til öll Bandaríkin. Þannig þetta er svolítið svona líka eins og svo margt í Bandaríkjunum og líka orðið á Íslandi. Þú nærð fjölmiðla athygli, þú nærð athygli einhver sem að pening, að þá getur þú fengið réttlæti. Og Kim Kardashian á þetta ekkert að vera einhver, eða Kanye á þau ekkert að vera einhverju boðbera réttlætis. Það er bara búa í réttlætu kerfi. Þú veist, það er, og þú veist, og það er líka kannski það sem að, þú veist, er svolítið svona típend, þú veist, jú, þetta er margt áhugavert annað, en ég líka komið óbúslega mikið ógeð á brjálæslega ríku fólki og forréttinda fólki. Þannig og þú veist, ef að Kanye væri ekki svona rosalega ríkur, þú veist, þá hefði hann örugglega verið sviptur sjálfræði fyrir svolítið löngu síðan. 100%. Og hafi ekki séð, það er svona mím sem að er, þú veist, hvað máttu gera þegar þú ert ógeðslega ríkur en ekki þegar þú ert mjög fátækur eða heimilislaus. Og þú veist, það er eitthvað svona að drekka fyrir hádegi og svo alls konar eitthvað svona, þú veist, en þetta er bara það. Já, það eru aðra reglur. Já, drekka fyrir hádegi. Já, akkurat. Og líka svo ég sögur kannski einhvern veginn eins og Britney Spears sem við þekkjum hennar sögu líka og hefur bara... Hvar er Britney Spears bæði? Hún held hún sé bara heima hjá sér. Hún var að selja katalógin sinn. Líka? Hún var að selja bara allt. Já, ég meina hún á kannski bara engan pening og það er náttúrulega partur af því að hún var alltaf látin túra þarna eftir þegar á meðan hún var ekki með með sjálfræði. Einmitt, og það líka segir manni svona en það bara að reka fyrirtæki Britney Spears. Hún kannski bara tengdi heldur ekki neitt rosalega við þessa Britney af því að hún vildi einmitt ekki faratúra og hún vildi ekki setja sig inn í það, þú veist, ég meina, hún er bara búin að vera í einhverjum spíral á Instagram, þú veist, svona, literal spíral með hnífa, þú veist, það sem hún er að dansa og eitthvað svona performa fyrir framann símann sinn. Akkurat. Það er alls konar samstarfskenningar í kringu það líka, þú veist, þetta er ekki Britney og svona, þú veist að hún sé raunverulega týnd. Já, ég bara svolítið, við höfum bara láta hana vera. Já. Það er bara svona pínu mín afstæða. Hún kom með strákana sína aftur til sín. Já, þeir heita núna Spears, ekki Federline. Okay. Það er eitthvað. Já. En ég er mjög mikið bara á línunum við eigum að láta hana vera.
og maður svona verður fáir ykkur. Ég hef ekki verið að fylgjast með henni og maður svona, þetta kemur til manns skilur einhverjum samfélags vindi og eins og með hann EA, ég hef ekkert fylgst neitt sérstaklega vel með hann og ég er að reyna það að myndast einhver svona bæði ábyrgð popfræðingsins og svona fara meira inn í þetta sko, af því að eins og þið eru að lýsa, þetta er svo mikið í þessu, þetta er svo galið og svona þetta geðrofsdæmi sko, einhvern tíma fer hann inn á Twitter og segir bara Bill Cosby er saklaus. Alltaf eitthvað svona og þetta er svo súrrealist. Já, þetta er bara svona svo gaman út auglýsingu hvað í Wall Street Journal eða eitthvað það sem hann baðast afsökunar að vera svona geðvíkur. Hann gerir það, hann hefur sett að gera það nokkuð sinnum. Hann kom einhver stór núna daginn, það hefur örugglega verið að því að hann var að stefna og gefa út og fara túra aftur. En ég meina hugsi bara, ef við þekkjum öll fólk sem að á við geðræna vanda, og maður veit alveg, hvernig svona oflæti, getur verið. Getið ímyndað ykkur vini eða ástvinni ykkar sem eru í geðrofi með alla þessa peninga og alla þessa fjölmiðlaathygli. Það væri svona katastrófist sko. Og alla þessa meðvirkni líka því að allt fólki sem vinnur hjá þér, það er háð því í raun að þú sért fungerandi, að þú sért að gera hluti til þess að halda fyrirtækinu gangandi, halda maskininu gangandi. Þannig að þetta er bara, það þarf til sterk bein til að þola velgengni. Það er bara spennandi að sjá hvernig Kanye reiðir af. Ég bara hafi fylgst, það er kona sem heitir MG Corey, Kardashian Colloquium. Hún skrifa mjög mikið fræðilega Kardashians og alls konar tengd málefni. Ég fylgdist mjög lengi með henni þegar ég var svona að skoða þær, svo fekk ég bara svo mikið ógeð ég fekk bara nóg af Kardashians, ég bara gat ekki, en það eru rosalega áhugaverðir hlutir í tengslum við einhvern veginn þeirra svona stað í menningunni og og einmitt því ég var að kenna upp í HÍ, það fannst mér alltaf svolítið gaman að taka Kim Kardashian upp og bara sem svona pínu svona litmustest fyrir nemendur, af því að það var alltaf einhver sem kom og sagði, hún var fræg fyrir kynlífsmyndband og maður bara og bara hversu og líka þú veist mammenar lagði og allt og fyrir utan það sannar ekki neitt, kynlífsmyndband sannar að þú stundar kynlíf og bara hverjum ekki sama. En þetta er líka bara fyrir aðeins út af teinunum með að mér finnst þetta svo merkilegt að ég mista af þessu raunveruleika þáttum og nánast sko önnur hver ritgerð sem ég fæ í þessum samfélagsmiðla eða popkúltúr samfélagsmiðla raunveruleika þætti og stelpuna mínar, 20-ar eru þú veist, einir að dyrkar mob wives og allt þetta og þú ert með þinn karakter sko, já þessi er sterk og Jersey Shore og allt þetta sko Jersey Shore og bara smá brandari einn nefandi senda á mér, og gera svona sérverkefni, einhverja ritgerð ertu með einhverja hugmyndir Arnar eitthvað svona í tengslu við fjölmiðla eitthvað svona og ég segi bara svona off the cuff ég meina hverju hefur áhuga þú getur skrifa bara Love Island og þá kemur svar tilbaka Love Island ég er líklega með doktorspróf í Love Island Tengi, þú veist ég er svona eins og dætið þína, ég er, þú veist og þessi nefndið þín, ég er með doktorspróf í örugglega öllu raunveruleika sjónvarpi sem er til, ég er sko raunveruleika sjónvarpsfanatik Arnar þar og sérfræðiþekkingu þína og þú veist og getur markað nokkra ritgerðir og þú veist, ég er búin gjörsamlega með allan Housewives katalógin, allar borginnar þú veist, meiri segja spin-offin í hinum löndunum og þú veist, allar seríunar ég búið með þetta allt saman, ég á mér uppáhald Dallas fucking brilliant, fyrir utan Jersey reyndar Jersey og Dallas, þetta er svona þar eru, þú veist þetta er líka sko glatað, sko því ég fíl ekki raunveruleika þætti og ég hef hort á Kardashians og Survivor og that's it bara. En þetta er glata tækifæri bara fyrir félagslífið. Þú veist, bara ef maður er inn í Real Housewives og alls konar svona þáttum, þú veist, þá er maður bara með aðgang að einhverju bara ótrúlega skemmtilegum félagskap. Herðu, nú fyrir Love Island að byrja, þú veist, sumarsísonið. Sko, ég geti þetta fólk ekki, fyrst þetta svo fræðilegt fólk. Nei, nú er það ykkar skylda sem þú veist, popdoktorar, að þú veist, að horfa með mér á Love Island og við ætlum að hittast á nokkra þáttafresti og við ætlum að greina hvern einast þátt, karakter og allt það. Þú veist, að því að þetta er stórkostlegt efni. Þetta er bara fólk í samskiptum.
það er ekki símar, þú veist, þetta er bara fólk að eiga í samskiptum með eitthvað svona, þú veist, rómantíska, svolítið næfa hugmyndum að finna ástina, þú veist, og þetta er eitthvað svona, þú veist, og svo er þetta bara eitthvað svona, þú veist, horni úlingar og þau eru bara eitthvað svona, þú veist, að hömpa hvort annað Við erum kennarar, við erum sjáum nóg af því búblu og þú veist, þetta er alveg, þú veist, þetta er bara svona, þetta er brilljant. Sá sem að, hérna, þú veist, einmitt, tók ákvörðun hérna, monetæsa þetta þú veist, algjörlega líka fucking brilljant. Af því að, þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara það sem gerist á, þú veist, kaffibarnum. Hérna, þú veist, allstaðar. Bara, þú veist, einhvern veginn svona, en samt svona glamúriserað. Ég sá aðeins þarna Housewives of eitthvað skýri rétt fyrir á Manchester. Eitthvað svona, Cheshire. Já, Cheshire. Og það var mikið svona fótbolta, hérna. Já. Wags. Já, og það var mikið þetta, ég bauð henni í partíið. Hún mætti ekki. Þetta eru konfliktanir, sko. Ég ætla aldrei að það er litla sem ég séð af hérna Real Housewives og það er bara amerískt, en það var líka þetta ég bauð inn í partí. Jú, svo sá ég eitthvað svona smá ástralstri, ég var í Ástralíu og það var líka, ég bauð inn í þetta barnaamæli veislu, útskrift, eitthvað, og hún kom ekki. Þetta er stórt, maður býður í partí og fólk mætir ekki. Það verður mjög sár. Þú veist, og bara, þú veist, hefði ég áhyggjur þínar, hérna, frú Cheshire, þú veist, þá bara, þú veist, væri allt svo auðvitað auðvelt, en þetta er í alvörunni, þetta er það sem það snýst eða eitthvað svona keypti eins buxur eða þú veist hérna, frægustu rifrildin er eitthvað svona þú veist á milli kvenna sem eru eitthvað svona tengdar henni sem er fjölskylduna þú veist og það er eitthvað svona þú veist bróðið þinn elskar mig meira en hann elskar þig eða eitthvað svona og það verður eitthvað svona en verður ekki reið yfir því að þetta þú veist mér er stórkostlegt að sjá fólk bara vera umulegt þú veist já En það er líka eitthvað svo frelsandi. Ég held líka að því að heimurinn er að mörgleiti, þú veist, harmrænn og fáránlegur, þá er þetta, þú veist, þetta er ákveðin aftenging líka. Að geta eitthvað svona dottið inn í heim. Já, ég skil að fólk þurfi það. Þú veist, fólks sem, sko, og þú veist, og það sem er líka raunveruleika sjónvarp er sko mesta rangnefni ever, af því að það er ekkert raunverulegt, einhvern veginn við það sem á sér stað, nema konfliktin er og kannski, þú veist, interaktionið þetta er samt allt svona stílisera, það er eitthvað pródusant sem segir eitthvað, heyrðu hvað fannst þér að hún hérna, Didda Smith hún hérna, þú veist, mætti ekki partíið þitt ræði það, rekk þú veist, og hérna og það er, þú veist mér líður alltaf eins og þetta sé, þú veist, atriðin í klámynd áður en að kynlífi byrjar já, þannig, já það er góð lýsing og hérna, ég ætla að fara það var reynda geðvögt raunveruleika sjónvarp hittust á skrifstofunni minni 3-leytið já, nei, þú veist, það er brilljant raunveruleika sjónvarp hvað tala fólk á setti svona áður en að það, þú veist, það skýtur eitthvað svona grófa kynlífsenu já, ég veit ekki ég vil vita það ég veit ekkert en þú veist að því að við tölum að þessum Sabrina Carpenter þá hérna sáu hana á þessu mómenti þar sem að hún hérna smánaði bara hérna arabíska persneska heim með því að hérna þú veist að svona gera grín af hvað heitir þetta hérna sakrúta sem er hérna Já, því einhver gerði það eitthvað svona upp á svið. Já. Ég meina, af hverju ætti hún að vita eitthvað rosalega mikið þú veist. En af hverju, en maður lætur ekki svona samt. Ég held að hún sagði bara, hún heyrði ekkert hvað var að gerast. Já, hún er bara með einhver stykki í eyrun. Nei, og þeir eru að verja Sabrina hvert. Nei, ég meira bara, ég nenni ekki, þú veist, mér er bara alveg sama að þetta fólk segi fuck up. Já, hún reyndi bara stafsökunar, hún gerði það. Já, og líka bara, hún er bara undir, þú veist, að vera að performa. Ég meina, það er alveg álag og hún er ekki í einhverju aðstöðu til að gera allt fullkomið. En ég meina, hver veit ekki hvað þetta er? Samt, þú veist, bara ertu búin að búa undir steini. Hún býr í Ameríku, það er undir steini. Já, ég meina, þú veist, það er alveg svona... Þau veit ekki neitt sem er að gerast í heiminum. Tölum frekar umslagið hennar. Já. Sem ég veit eiginlega ekkert hvað mér á að finnast Komdu með það. Þetta umslag þar sem hún er á hnjánum og það er maður sem stendur yfir henni og ríði hárið á henni. Er þetta gott eða er þetta vont? Og ég meina að þetta sé empowering. Hún? Já, hún hefur sett það. Já, mér finnst, sko, bara mér persónulega, ég var svona, þegar ég sá það, en bara, já, hún myndi segja það. Já, en hún bara gerir það sem hún vill. Hún, sko, Sabrina Carpenter finnst mér oft pínu sniðið út af því að hún vinnur svo mikið með húmor í einhvern veginn sínu öllu og er mjög svona tongue in cheek einhvern veginn í textum og svona, en hún er ekkit, ég er líka ekkit í henni að hlusta á hana, en
ég veit ekki, mér finnst þetta persónulega ekki empowering, en ég er líka löngu búin að læra það að stundum er ég bara með ókslega gamaldags hugmyndir. Þú veist, so over it, einhvern veginn, Já, þegar pínu. þú veist, Kristína Aguilera gerði þetta, í hérna Dirty, þú veist, þegar hún var með hérna Redman og það sást í rassin á henni. En mér fannst, en þá var ég líka over it. Og þá var maður bara, Já, en þannig er ég úlingur. Já, en þá var ég líka over it út af því að ég var búin að sjá Madonnu og hún var einhvern veginn búin að hún eiginlega toppaði allt sem toppað varð. Mér finnst líka athyglisvert, sko, þú veist, þetta boring, þú veist, undanfærin 5-6 ár er ég búin að sjá allar þessar, Katy Perry, Sabrina Carpenter, Taylor Swift og svo framvegis, það eru allar í húðlituðum netsokkabuxum og háhæluðum sko. Mér er svo Laufey. Þetta er alltaf sami búningur. Já, þetta er dansarasokkabuxur. Alltaf. Ég veit að þetta er boring. Þetta er smá svona eins og skautabúningur ykkur. Þú veist, þetta er eitthvað svona, það er svona smá frins, smá glimmer, smá hold. En það er líka annað áhugavert, það er Taylor Swift sem ég veist alveg ofsalega boring og alltaf verið að gefa út sömu plötuna aftur og aftur og á einmitt í mjög óheilbrigðis, eða aðdáðandur hennar finnst mér í mjög óheilbrigðis sambandi við hana. Heiminn. Nei, við hana vegna þess að hún er alltaf að endur útgefa og endur útgefa og endur hljóðblanda og búa til, endur vinna efnið sitt aftur og aftur og aftur og 17 litir á vínilinum og selja. Já, og ég meina sjófið hennar, þannig bara, þú veist, þetta risa fokking, það sem hún var bara performer sem og örgulega rosa flott og allt það og ekki þannig, en ég svona mér finnst þetta vera boring. Sammála. En ég er líka pínu sammála með Sabrina Carpenter sem boring og mér finnst oft svona að þessi svona ég var smá leiði verið að finnast hún boring sko. Já, en bara kast er líka bara þessi þú veist, þessi svona yfir sexualisering þetta er ekki frumlegt. Síðan er hún gift einhverjum, þú veist, Midwest Buffy þarna NFL og einhverjum trumpista sko og það er þetta annað hver maður í bandaranum er trumpisti, skulum ekki gleyma því og Lana Del Rey mín manneskja giftist einhver krokodílagæt frá Louisiana og bara halló Arnar, þú ert að missa pointinu. Hann er krókódílatemjari. Og ég er öðvinsjúkur. Ég er bara, þú veist, vá. En ég skilu því, sko, ég elska Lana Del Rey. Já, ég á skrýtnu sambandulunu Del Rey. Á ykkur tímpúti það gerð grínaði heima um mér, kallaði hérna Leimu Del Crap. Það hefur svo ógeðslega pyrruð á ykkur blötu. Leima Del Crap. Ég held ég hef náð henni akkurat réttum tíma fyrir svona 10 árum. Já. Hún er svo góð. Það var einmitt fyrir svona 10 árum, þar sem að, þú veist, þetta var rosa mikið spila heima hjá mér, bæði, þú veist að þá er eksemplis manni mínum, þú veist dóttur hans sem var unglingur, barninu mínu sem var þú veist 9 ára eða eitthvað svona og ég var að verða geðveik á þessari plötu sko. Já, var það alltaf væli. Það er ekki gaman örugglega að hafa hann í gangi en mér finnst nýju lögin en svolítið fyndin. Ég er ekki að fylgjast þess mikið með henni. Mér finnst þú veist, þetta er eitthvað svona eccentric, eitthvað svona þú veist, þetta er eins og svona hvernig getur útskipt hún er að fara núna út í smá sko, já, ég er með þráhyggju fyrir já, ég heyri það og ég er með þráhyggju fyrir Lana Del Rey og hún er að, þetta er svolítið merkilegt, hún er að einhvern veginn að uppfæra Tammy Wynette fyrir nýjar kynslóðir og er að fara í svona soft country og hún er í svo mikið svona Southern Gothic blæti, alveg. Og ég hugsaði bara, ég var að fylgjast með blætinu koma. Krókódílatemjari. Já, og ég svona, ok, og síðan hugsaði, síðan voru ykkur tónleikar auglýstir og ég hugsaði, hvernig ætlar hún að spila þetta? Það var búið að ýja að, þá bara búið að setja svona Suðurríkja Ports House á sviðið og hún mæti bara svona Southern Belle 1932. Já. Bara, halló, hún fer með þetta alla leið, sko. Og þú veist, og það er eitthvað svona, þú veist, þetta er svo, þú veist, hvernig er þetta að lýsa þessu? Þetta er svo svona, þú veist, undirspil í, þú veist, eitthvað svona nornamynd frá, þú veist, 1960. Já, og nýja Litsjan-vídeóð hennar. Já, þú veist, þetta er svona, þú veist, það er eitthvað svona, það er hljómur og það er svona, þú veist, eiginlega eins og nornaslátur og eitthvað svona en það er svo áhugavert í Bandaríkjunum og maður er bara, hvað er þetta að gera? En það er svo áhugavert í bandarískum kultúr hvernig konur og þetta gildir bara mjög margar frægar, svo Beyoncé og fleiri að þær beygja sig undir eiginkonu hlutverkir alltaf og þetta er bara í kvikmyndum og ég man eins og Friends, hvar sem er, þá er einhvern veginn
æðsti draumur hverja konur að gifta sig. 100% af því að sko... Og kallinn og svo taka það nafni kallins. Og þetta var svona dítúr af því hún var búin að gefa út 2-3 svona soft tamívinni vettlög. Síðan kemur þessi sirkus þarna, bara gothic voodoo... Eitthvað svona fríkist tífúlítónlist, þú veist. En í vídeónu þá er hún að hræra í pottinum og textin bara, mér langar svo mikið til að elda fyrir þið mat. Og eitthvað svona tratvæf komment, ég veit það ekki. Goddammit. Goddammit, já. Já, þið bara hlusta mér á Nýkapp, krakkar. Já, ég elska Nýkapp. Þeir eru komin í að plötu núna. Þátturinn, allir því að ég byrjaður með ég og hættur með Lana Del Rey. Er það niðurstaða? Herðu, mér finnst bara ótrúlegt að hafa ná að snúa það, gera þið aðfug og leimu del krabb og þú veist, og koma þér á J-vagnin, sko, þegar, þú veist, það bara það eina sem að, ég sagði ykkur það, þetta hótel sem ég ætla að deyja á, sko. En Helga Þóri, Arnar Eggert, það búið að vera frábært að spjalla við ykkur, við þurfum augljóslega að gera þetta oftar, tala bara poppið og það sem að gerast í dag, af því að það skemmtilegt og þetta bara búið að vera mjög gott samtal. Já, og svo glemdu við að tala Strokes. Herðu, við glemdu því 100%, en það var næst 100%. Takk hérlega fyrir komuna og dóki við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Það vill þannig til að ég held að síðustu 4 eða 5 dagskrárdaga höfum við á Samstöðinni fjallað tónlist með einum eða öðrum hætti og við ætlum að halda því áfram. Mér skilst að framundan sé mikil kóra hátíð, hvort hún kölluð Norrbúsang eða eitthvað svoleiðis, ég nú ekki góður í skandinavískunni. En sem sagt, mikið framtak þar sem að mér skilst, fáum betri svöru þessu eftir að ungt fólk sé að leiða saman hesta sína. Og það eru konur 2 kórstjórar til þess að ræða kunstina að syngja sig í gegnum lífið í kórstarfi, ekki síst þegar maður ungur. Ásta Magnúsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Og Lára Rut Klausen, velkomin. Takk fyrir. Fór ég rétt með, er mikil viðburður framöndan, mikil kórastefna á næstunni? Já, við erum að fá 400 manns á Kársnesið. 400 manns? Já, 350 börn og ungmenni. Já. 315 börn sem eru fara bara að syngja í smiðjum, 5 ólíkum smiðjum eftir aldri. Við erum með æðislega flotta íslenska listamenn. Í smiðjum? Stendur þetta yfir dögum saman? Já, þetta 5 dagamót frá 13. til 17. maí. Já. Endum á, og svo búið að semja fyrir okkur nýtt íslenskt kórtónverk á Tryggvi M. Baldvinsson sem samdi Valhoppar vorið. Sá mikli meistari. Já, og það, öll börnin syngja það saman, en svo munu þau líka flytja á lokatónleikum okkar í Digranesskirkju laugardaginn 16. Afrakstur smiðjuvinnunar sem að hefst á uppstigningadag. Norrbúsang norrænt kóramót sem haldið árlega, byrjaði 87. Og reynda var ekki árlegt til þess að byrja með. Flakkar það á milli Norrlanda? Já, við skiptumst á og þetta 5. skipti sem við höldum í Íslandi. Og ég fór á það 2018, þá var það í Garðabænum. Þá fór ég með kóruna mína frá Húsavík og svo erum við bara núna að halda þetta. Ert þú frá Húsavík? Já, ég er frá Húsavík. Var kórstjóri á Akureyri og Húsavík. En býrð þér ekki að núna? Ég býr í Kópavoginum. Býrð í Kópavoginum? Hvað með þig? Kópavoginum, Kársnesinu. Ég er fædd á uppána þessum mótið fer frá. Já, það er einmitt. Nei, hún er bara heima mær, sko, já. Heyrðu, já, og hérna, þetta hljómar mjög spennandi. Og þegar þú segir að það sé afrakstur smiðjuvinnunar, hvað er fólk að læra í þessum smiðjum? Hvað er það að syngja? Hvað er það að gera? Tóta Björns, Sú, Aðal, Hinn eina sanna. Og dóttir hennar Þóra Martins er einmitt í stjórn ungi kór sem við stofnuðum í fyrra. Já. Og hún verður með yngstu börnin. Já. Og svo verða Ingibjörg og Siggi með smiðjum. Og svo Steinun og Keli. Steinun úr Reykjavíkudætrum og Keli úr Agent Fresco. Og svo kemur
ung kórstýra sem býr í Oslo og í stjórn ungi kór í Noregi og Oslo. Hún heitir Rebekka, hún fiðluleikari og kórstýra í Oslo og hún ætlar að vera með einasmiðju og með henni verður maður sem að spila á langspil og þau eru með einasmiðju og svo verður hún Helga Margrét Marselíusdóttir, Ísfirðingur, ásamt Kristjáni, hrannari organista í Hjalla og Digra, þau vinna í Hjalla og Digranskirkju og hún verður með elstu börnin. Ég að gleyma einhverju smiði? Nei. Þannig að þetta eru 5 smiðjur, en svo þurfum við líka að æfa þetta lokaverk, öll saman, öll 315 börnin. Eftir Tryggva? Eftir Tryggva. Valhoppar vorið. Og það verða ókeypis aðgangur í Digraskirkju klukkan 4, 16. Það er alltaf að gera 16. maí. Sveitarstjórnarkosningar, Eurovision, allt sama dag. Eurovision má nú kannski ekki tala um það. Ertu ekki að grínast? Nei, og við með lokaháttíð. Já, Eurovision verðum við taka þátt í því. Nei, og norðmenn með heilagan dag, 17. Þannig að það voru mjög fáir kórar frá Noregi sem ákveða að koma því að þeir geta bara ekki verið í burtu 17. maí, að þeir þjóðatíðadegi. Samt fylltist öll skráningin leið. Já. Já, er það? Já, og fullt af kórum sem hefðu vilja koma en bara því miður náðu ekki plássu sem að láni ólinni því að gaman að vita að fólki langar að koma. Sko, þetta kemur svolítið óvart. Ég held að vera allir krakkar í Íslandi hættir að syngja. Ég held að allir skólarnir væru hættir að láta okkur fara í röð og svona jafna bilin og syngja svo. Og, sko, ég var nefnilega í skóla þar sem var söngur á dagskrá 2 klukkutími hverja einustu viku, svolítið langt síðan, austur í Mývatnssveit. Eins og á að vera. Já, en ég held að væri búið að útrýma þessu öllu. Ég held að við værum, öll börn væru bara á internetinu og þau væru með headphone og þau hefðu ekki áhugað þessu. Þau eru að segja mér að svo sé ekki. Aldeilis ekki. Og það er einmitt nákvæmlega það sem við í ungmennaráðinu erum að reyna að benda fólki á að við erum ennþá að syngja í kórum og það eru krakkar sem fá að syngja í kórum og markmið að allir sem vilja syngja í kór fá að syngja í kór og einn af þeim leiðum sem við erum að reyna að lýsa á þetta máli með samfélagsmiðlum okkar, Ungi Kór Ísland og þar erum við núna búin að vera að taka viðtöl við krakkar sem í kór og bara spyrja þau af hverju syngur í kór og þetta eru krúttlistu svör sem ég heyrst í mínu lífi því þetta allt frá mamma sagði mér að gera yfir í mig langar að verða einsönguri og það bara allt í lagi og það allt löglegt og þú mátt gera það sem þú vilt. Þetta fallegt. Hvað eru yngstu börnin gömul sem í kórstarfi? Sko, ég var nú með 3 söngsali í Smáraskóli morgun og 3. söngsalurinn var einmitt leikskólinn, hann að Lækur og Arnarsmári og á Arnarsmára nú bara kór. Þannig að þú sér það virðist vera kórar í leikskólum líka. Já, niður í svona 5 ára, já. 5 ára. Og ég held bara að geta öll börn verið í kór. Og krúttakórar í Langholts og hjá okkur í Fríkirkjunni. Við erum með 5 og 6 ára kór sem að langu bylist á. Og mínir kórar í Smáraskóla eru annar upp í 10. bekkur. Ég með 2 kórar þar, 80 börn í 2 kórum. Og þess það geta allir sungið. Sko, áður við förum aðeins meira í svona heimspekina sem felst í því að vera syngjandi krakki eða ungmenni í kór. Þá veit ég að því þið nefnduð aðeins áður við settst við rauðaborðið. Ég veit að þið hafið verið að leita að fjáröflunar, þið hafið verið að leita styrkja fyrir þessa miklu hátíð sem framöndan Og það ekki gengið sem skildi. Viljið þið ræða það? Já, við sóttum norræna styrk eins og öll félögin Ungi Kór Norge, Ungi Kór Sverige og það Dunk í Finnlandi og Kórlíf í Danmörku. Þetta 10 félög í Norrbósangráðinu. Og við stofnum Ungi Kór í fyrra að því að félagi þarf að vera fyrir börn. Þetta ekki félag kórstjóra, þetta félag fyrir börn frá 0 til 26 ára. Og í Ungi Kór og í Norrbósangráðinu svo regla að þú ferð ekki að senda fulltrúa í Norrbósangráðið nema þú sért með ungmennaráð. Þannig að Lára var svo frábær, takaði sér að vera formaður og hjálpa okkur að stofna ungmennaráð Íslands því að rödd
ungmenna, barna ungmenna á að heyrast. Ungmennaráð Íslands. Já. Ungi kór. Ungmennaráð Ungi Kór Íslands. Þannig að hún er formaður þar og ég er formaður Ungi Kór Ísland. Og við sem sagt sóttum þennan styrk eins og allir aðri hafa gert. Hvert? Þetta er einhverju norræni styrki, þessi heiti 0-30, Norden. Nei, ég meina sko, hvert fór styrk umsóknin? Þetta er ekki norræna ráðherranefndin Já, eða norræna ráðherranefnd. Þetta er eitthvað svona norræni styrkir sem eru alltaf í boði. Já. En í fyrsta skipti í sögu Norrbósang, þá fengum við bara synjun. Og þetta var pínu skellur í síðustu viku. Hver var rökstuðningurinn? Bara það voru svo margar flottar umsóknir aðrar. Þannig að við sóttum tvisvar, sóttum í haust, fengum synjun og fengum aðstoð við að laga umsóknin og lækka upphæðina sem við sóttumst eftir. Okay. Og fengum aftur synjun. Þannig að það var pínu svona skellur því að hinn félögin sem eru ríkisreikin, það eru peningar settir á öllu Norðurlöndunum til þess að halda út til svona ungi kór starfi og halda út í skrifstofum með starfsfólki sem er bara sinna barna og ungmenna kórum. Þetta þurfum við, finnst mér, að laga hér á Íslandi. Það er svo margt sem að mér finnst við þurfa að laga í listalífinu á Íslandi. Já, þetta er bara þess að myndir bæði fyrir ungt fólk, börn og þá sem eldri eru. Og við vitum að það eru fleiri 1000 börn í kór. Við vitum það. Og og þjóðkirkjan er að standa sig. Söngmálastjóri hjá þjóðkirkjunni er að standa sig fyrir þau börn. Okay. En það er náttúrulega ekkert öll börn í kirkjum. Skilur það er skólakórarnir líka og kórar í tónlistaskólum og allavegana. Og það er svo mikilvægt að við getum haldið utan þetta starf. Og það eru bara sjálfkrafa eru öll börn á Íslandi félagar í Ungi Kór Ísland. En hvað gerðu þið þegar ykkur var ljóst að þið fengið ekki opinberar fjárveitingar? Hvernig farið þið þá að núna? Við erum bara að breyta og hagræða og sleppa þessu og sleppa hinnu. Og það er eitthvað sem að íslenski kórstjórar kunna, þá er það bjargamálunum og reynir sitt besta því að það verður engin helvítis ostur og rúbröðu og þessar Nei. Og þetta er líka bara ef þú færð að fylgjast með börnum á kórumúti ég skal lofa þér því að þú munt aldrei gefast upp á því að halda hann á kórumút því að fjármál verða alltaf fjármál en syngjandi börn sem stíga yfir allt sitt og fá síðan mat sem er náttúrulega bara, þú veist, svolítið mikið nauðsynlegt, að þú munt alltaf berjast fyrir því að finna einhverja leið. Já, við gefumst ekkert upp. Við ætlum að halda gott mót. En við hins vegar það ákvæmst ekki að vera markmiði hjá okkur að þurfa að vera að berjast fyrir því að þetta er svo mikið nauðsyn í lífi barns. En ef einhver er að hlusta á okkur eða horfa á okkur núna og langar til þess að styrkja þetta framtak, hvert getur við komandi snúið sér? Senda tölvupóst á ungikór@ungikórisland. Ok. Bara endilega. Kannski koma bara peningar á morgun. Já, það er bara spurning. Það er aldrei að vita. En það sem að líka Ungi Kór markmiði líka það er einmitt að fá tónskáld eins og Tryggva sem að við náttúrulega þurfum að borga fyrir svona verk. Menn fara bara ekkert í sitt stúdíu og semja verk að hans að fá greitt fyrir það. Að þetta er markmiði líka með þessu Norrbósang. Það hafa verið á langflestu Norrbósangmót sem ég hef farið á. Þá eru verið að frumflytja ný kórverk. Þannig að þetta er menningarlegur hápunktur. Þetta er alveg rosalega mikilvægt. Þetta er ekki bara svona eitthvað krútlegt með börnunum, þetta er bara glæsileg mikil sköpun sem fer fram og mikil frumsköpun líka bara þessi börn er að ferðast þau eru að fá að sjá Ísland, þau eru að sjá allt annan kultúr, þau eru að kynast hvort öðru, þau leika sér með einhverja og tala saman á skandinavískum tungumálum og reyna að babla sig áfram og skilja jafnvel ekki neitt en svo farið að syngja saman og þá skilja er eitthvað að gerast og fara í Olsen og spila og skuttlekeppnir og alls konar og þetta er bara svo ótrúlega mikilvægur partur af uppeldi barna. Og markmið okkar er einmitt að við reynum að sleppa enskunni eins og við getum. Og við svona blöndum saman í blandina visk og bara blöndum þessari skóladönsku sem við kunnum og svo er svo gaman fyrir einmitt krakkana okkar í kórum sem að kunna norræn tungumál. Þau fá svo mikið hlutverk því að þau eru að hjálpa okkur að túlka. Ég er með dönskumælandi stelpu og hún er bara hjálpar svo mikið til. Hvernig er með krakkakóra
Skipa maður stúlkum í allt og sópran eða syngja allir sömu röddina eða... Já. Það fer bara rosa mikið eftir. Ég hef sungið tenor í stúlknakórum sem þá bara, þú veist, það var flott útsetning og við getum alveg sungið það. En einmitt eins og hún Tóta, því ég var nú í kórhjáni Þórunni, henni Tótu, í Karlsskóla, að þá söngstu bara það sem vantaði. En það líka, við erum líka, ég komst að því seinna, ég var afskaplega ofdegruð með að við restan af Íslandi í Karlsskóla, að ég var í kór síðan ég var í fyrsta bekk. Og mér fannst það sjálfsagðast í heimi, þú ferði í íþróttir, þú ferði í starffræði, þú ferði í kór. Þannig að þegar ég var í 10. bekk þá vorum við að syngja á jólagestum Björgvins hjá honum blessunum og þá vorum við að syngja 5-rata verk og það er bara mjög eðlilegt af því að þetta er, þú þjálfar þig upp í því, en svo eru líka kórar sem eru æðislega fallegir og syngja kannski 1-rata verk en þau eru að syngja sem er svo æðislegt og á kóramótinu er rosalega flott að sjá stigsmunin hjá yngstu börnunum sem er að byrja að læra og byrja bara að koma fram, þetta er líka bara ótrúlega erfitt og en svo rosalega gefa þetta líka og að síðan sjá miðstíð þar sem þau eru kannski farin að gera 2-3 raddir og svo elstu kóruna sem eru reynilega bara að afreka allt það sem þau hefur gert ótrúlega flott hjá þeim. Já, það er svona þróast bara. Ég er náttúrulega bara á 5. ári í Smáraskóla. Þannig að fyrstu 3 árin þá sungu við bara 1-rata. En nú ég með krakka ár 5. upp í 10. bekk og við syngjum 2-3 rata öll lög sko. Þetta er bara eitthvað sem þú þarfst að þjálfa. Já, og þetta er bara að þjálfast hlustuninn og eins og hún Björg sem er líka í stjórninni að ég mæli með að hver einn og einasti fari og lesi ritgerðina hennar því að hún gerði ritgerð þar sem hún var að sýna fram á það hvað kórsöngur hefur mikil áhrif á lestrarhraða og lestrarskilning og alls konar. Málvitund og... En sko, lesa allir krakkar í kórum nótur? Alls ekki. Nei. Alls ekki. Nei, það er ekki skilyrði í svona framan af, það er hvað maður á að segja. Nei. Ég kenni rosalega mikið eftir eyranu. Já. Það eru einna helst krakkarnir sem eru í tónlistaskóla eða skólaljónsettinni, hjá mér í Kópavogi. Þau vilja fá sína nótur, þau kunna lesa nótur og fá sína nótur og það er bara gott að blessa, en það er engin krafa á hina og þau eru bara útrúlega fljóta að læra eftir eyranu. Mjög svo. Þú veist. Já, það er bara, þetta er náttúrulega svo margt í þessu, það er að tilheyra, það er eignast vini, það er að búa til þess að fegur sameiginlega, það er að fara heim og æfa sig og gera betur í því, þetta er náttúrulega bara uppskrift að góðu lífi. Já, og svo þetta sem að víst PISA-könnunin segir að skorti hjá íslensku börnum, það er samkenndin. Ég veit það. Og það er ekki hægt, ég skal bara fullyrða það er ekki hægt að syngja í kór nema að finna fyrir samkennd. Þetta er... Við erum lið. Þú veist, ég á kór Getur þið ekki búið til eitthvað slagorð þetta? Já, ég á kór systur og bræður sem að ég söng með í Kammerkór Norðurlands, Kvennakór Húsavíkur, ég er búin að syngja í kór, mamma og afi minn voru kórstjórar en ég er búin að syngja í kór frá því að ég var. Mamma þín? Já. Hólmfríður Benediktsdóttir. Já. Og afi var líka kórstjóri, þannig að ég er 3. kynslóð kórstjóra og við erum 3 í stjórninni sem að eiga mömmur sem eru kórstjórar. Þannig að þetta er okkur svona í blóð borið. Þetta böl liggur í ættum. Það er víst. En ég get ekki hugsað með lífið án þess að vera í kór. Nei, ég trúi því alveg. Og mér finnst þetta mikil gjöf og forréttindi að ég var aðeins staðra við kóra. Og svona, oft er það bara einhverju vini mínu sem eru í svona kórastarfi og ég er að fylgjast með því hvað eru glaðir og svona og ég er alltaf á leiðinni, ég kannski enda í það. Kannski þetta dagurinn í dag. Þetta er svo góði félagskapur og það er einhvern veginn eins og ég segi með þessa samkennd, það er þetta er svo þroskandi. Man þykir svo vænt allt og alla. Já, og svo bara þessi gamla klísja að þú syngur ekki reiður. Þú syngur ekki dapur, jú, þú sungir dapur, en ef þú ert eitthvað bara, reiður maður getur ekki sungið. Já, hann verður allan að fljótt mjög glaður. Já, hann breytist mjög hratt. Algjörlega. Útrásin. Og það er það sem við sjáum alveg að þau koma stundum til okkar á kóraæfingar og það er eitthvað búið að ganga á í lífinu eða í skólanum. Og svo fara glöðustu börn í heimi frá manni á kóraæfingum. Koma með smá hotn og halla og svo bara vaksa út engla vangirnir. Algjörlega. Og líka bara
Feimnin, það er eitthvað ótrúlegasta sem að því nú hef ég verið aðstofkórstjóri í Fríkirkjunni Reykjavík í 5 ár síðan ég var 17 ára. Þannig ég var gripin af einum af þessum kórstjórum og er afskaplega þakklátt fyrir það og það fallegasta sem ég hef fengið að sjá þar er barn sem að grét og vildi ekki koma á kóraæfingu og átti svo erfitt með það því að hún var svo feimin. Þetta barn er búið að vera hjá okkur í 5 ár. Hún er fyrst til þess að knúsa alla 9. Hún er fyrst til þess að hjálpa að æfa með þeim og allt þetta gerðist á svo stuttum tíma og hún hefur blómstrað svo og þetta er ótrúleg upplifun að fá að fylgjast með þessum börnum, koma kannski feimin og lítil í sér og enda á því að dansa fyrir framan fulla kirkju. Þannig að vinna allir að vera í kór. Að ég er oft spurð sko, fyrsta skipti sem börn fara með mér á kóramót, en hver fær byggarinn? Hvenær fáum við verðlaunapenning? Það er ekki svoleiðis. Okkar kóramót, við erum öll að vinna. En er ekki skellur að vera drengur í kór og svo fer maður í mútur og allt í einu bara koma ekki hljóðin sem að maður hafði vanist að kæmu og heimur manns hrynur og mann er bara sagt að bíða í einhver ár. Er þetta ekki basically þannig að vera drengur í mútum í kórstarfi eða eitthvað? Það er ekki mín reynsla. Ekki mín. Nei. Það er aðalega bara þú þarft að takast á við þig sjálfan og að bara sætta þig við aðstæðan sem þú ert í því að þetta er tímabundið en þér er velkomið að syngja í kóra meðan. Þá lærum við bara á röddina og þá lærum við bara nýja aðstæðunar og nú var ég í MH-kórnum og ótrúlega mikið af krökkum sem voru kannski á testosterónpillum og það er ótrúlega fallegt að fylgjast með því og hvernig þau ungmenni læra bara á nýju röddina sína. Þannig að það er líka fullt af fólki sem verður aftur á mútur og alls konar og þetta þú getur alltaf sungið. Þú þarf bara finna bara hvað radsviðið er núna. Þú bara ferði þá rödd þar sem þitt radsvið passar. Hvort sem það er sópran, altenor eða bassi. Þannig að það er lygi að lægvirkjar breytist í krákur í mútum. Já, það er ekki. Það er bara, komdu og voice-krakka eins mikið og vilt. Bara endilega. Syngdu bara, þetta á að vera gaman. Já, en hvað ætli stelpur séu hátt hlutfall þeirra sem eru í kórum? Fyrir svolítið eftir aldri. Já. En það er alltaf meiri hluti af konum, en hins vegar eru kallakóranir. Kallakóranir í svo við tölum fullorðskóra líka, að því að nú var lokað ritgerðin mín úr LHÍ var líka kóra og Sigur Eyjólfsson Birkis, söngmálastjóra og þar við talaði við heldri borgar út á landi sem að hafa verið í kórum. Og þau voru kvart yfir því að kallakóranir er að stela öllum köllunum. Það er bara allur bærinn, all hveragerðir í kallakór. Þannig að þetta virðist koma á eldri árum og syngja Brenniði vitar og svona. En þetta er minna á úlingsárum, en það er líka bara, við þurfum líka bara að kenna sjálfum okkur að það er alltaf lægi að vera, vilja vera í kór en ekki fótbolta. Við megum vera í báðu, við megum gera það sem við viljum, við megum vera í listum og það er út úr þægindaramannum en það er svo sjálfsagt að strákar og öll kyn fari í kór. Og Kársnesskóli hefur náttúrulega gert þetta svo vel þar sem það er bara skylda, það eru allir í kór. Já, skylda. Sama hvaða kyn þú ert. Er ekki Laugarnesskóli líka með einhverja svona fasta söngtíma eða var það ekki eða eitthvað? Það er alltaf einn og einn skóli. Sko ég veit bara allan að Kársnesskóli er með alla frá 1. upp í 10. bekk, þú ert í kór. Ég held að það væri eðlilegast í heimi þar til ég byrjaði í menntaskóla. Þannig að það skiptir svo miklu máli bara hvernig menningin er að það þurfa að vera eins... Var engin söngur í menntaskóla hjá þér? Jú, ég fór í MH. En það kynnti og MIT, þannig að jú svolítið mikill en ég kynntist í þegar ég kynntist krökkum frá Reykjavík og ég fór að tala að mér finnst svo sjálfsagt og ég saknaði svo að vera á kóravíkum í stundatöflinni og þá byrjuðu krakkar að segja mér býtu, fékkstu val í grunnskóla kór og ég skildi ekkert í ég var bara, nei bara í kórtímum, í tónmennt og kórtímum og þá komst ég að það eru meiri þess að krakkar sem að fá ekki tónmennt og mér finnst það bara afleitt því að þetta er í alvörunni í Kópavogsheilinu mínum er þetta eins og að segja mér já nei, barnið mitt fer ekki í íþróttir. Þetta hefur stundum verið umræðefnið við þetta rauðaborð og gerðir þetta þættir, þetta er auðvitað afleitt sko. Það vantar alveg rosalega mikið af tónmenntakennurum og að láta börnin syngja daglega.
Við erum ekki að tala um klukkutíma, bara þó það verður ekki nema 10 mínútur. Nei, en hérna nú eru nokkri dagar fram á kosningum og ekki hægt að svona fyrir ykkur sem eruð með ákveðna hugsjón getið ekki herjað á einhverja stjórnmálamenn og rukkað á svör og hérna sett málið á dagskrá núna. Já, og atkvæðin okkar eru til sölu. Fram á kosningum. Sá sem býður best, fær okkar atkvæði, ef ekki bara að segja það. Jú, ég vil að láta þá heyra það. Sko. Já, og líka bara... Við erum búin að reyna. Líka bara þessi sama gamla klísja. Við erum ungmennin okkar. Ungmennin okkar eru að mörguleiti týnd, hrætt núr í fædd 2003, afskaplega stutt síðan ég var ungmenni ef ég telst meiri segja en þá sem ungmenni. Já. Ég myndi nú kallaði það. Já. Svo vil ég nefnda mín að segja að ég sé afskaplega gömul. Ég er með hvað ég eigi mörg börn. Ég er barn. En nei, að við erum ungmennin okkar. Já. Við þurfum að rækta ungmennin okkar. Ég skil alveg að það er afskaplega mikilvægt allt annað á Íslandi og þetta þarf alltaf að virka, þetta þarf alltaf að ganga. En við göngum ekki neitt ef ungmennin okkar er ekki að lifa dafna eins vel og þau mögulega getur og ég hlakka svo til að sjá hverjir í þessu frambúði munu leggja áherslu á ungmenni og munu leggja áherslu á að rækta framtíðin okkar ekki bara í fullorðins orðum og vettvöngum heldur líka bara í uppeldi barna og fjármögnum til tónlistar af því að við þurfum allt til þess að funka, við erum vél sem að þarf öll hjólin til að snúast. Og ef að börn ekki fá tónmennt í grunnskólum, þá sjáum við það í tölunum í samkennd og í lestrarhraða. Það hefur áhrif. Við þurfum líkamlega heilsu, andlega heilsu og við þurfum að fá að læra. Og ég vona svo innilega að það fái að fara á forgrunn núna og vera fremst í okkar málum að efla okkar börn, okkar ungmenni. Ritmaþjálfunin skiptir nefnilega svo rosalega miklu máli hvað varðar lestrarþjálfun. Og þú, hvað er betri og það er svo skemmtilegt að syngja í kór og klappa og stappa og vera í kroppaklapp og leið ertu að rækta þetta, þú ert að hjálpa til við lesturinn. Og kroppaklapp, er það ekki bara alltaf meira og minna góðu hugmynd? Jú, reitminn. Já, í söngsal hjá mér, allir í kroppaklapp. Bara fullorðna fólki sem er veit með það. Börnunum finnst þetta ekkert bál. Þetta er bara tölvuleikur, bara gaman. Frábært að fá ykkur í heimsókn og ég takk hérlega fyrir spjallið og gaman að ræða þessi mál við ykkur og ég vona að kóramótið mikla það takist sem best og ég vona að ykkur gangi betur en hefur verið hingað til að fjármagna þetta ævintýri. Takk fyrir það. Lifi tónlistin. Áfram. Lifi söngurinn. Já. Ásta Magnúsdóttir og Lára Rut Klausen slá botnin í dagskrá kvöldsins með mér hér í kvöld. Við minnum ykkur, kæru hlustendur áhorfendur, á það að á morgun er engin dagskrá hjá okkur. Það er ekkert rautt borð annað kvöld vegna þess að þá er sumardagurinn 1. Þannig að hér verða endursýningar hjá okkur. En á föstudaginn förum við svo í beina útsendingu klukkan 16 og á laugardagsmorgni helgi spjall vikunnar, ansi spennandi. Ég ætla aðeins að geyma það að segja ykkur frá því hvers þið megið vænta. Síðan úrval og bræðurnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús Egilsson verða með þjóðmála þáttinn Synir Egils á sunnudag. Mögnuð dagskrá framundan, takk fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Ég vil líka þakka öðrum gestum okkar, tæknifólki og öllum veljónurum og minna þig á það ef þú hefur oft velt í fyrir þér að styrkja samt hægðarleikur og kostar þig aðeins 2.750 krónur að líta við á vefslóðinni samstöðin.is, finna hnapp þar sem ástendur áskrift, haka þar við og 3-4 rafrænar snertingar og þá hefur þú gert þitt til þess að tryggja það að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þetta er gott, vetrinum er lokið, sumarið kemur á morgun, takk fyrir veturinn, verið sæl.